Já, komið þið sæl, þið eru velkomin í Temjum tæknina. Í dag situr hjá mér Gísli Ragnar Guðmundsson. Hann starfaði í ráðuneyti og var einn af þeim sem komu að aðgerðaáætlun Íslands í málefnum gervigreindar til 2026, það ekki? Jú, það er rétt. Þú ert komin til KPMG núna? Já, byrjaði þar fyrir 3 vikum síðan, nýbyrjaður. Já. En þú ert svona einn af þessum andlitum og nöfnum sem hefur tengst þessari gervigreindar öldu sem gengur yfir heiminn. Þannig að kannski bara segja okkur aðeins hvernig þú svona kemur inn í þetta. Já, það er svona frekar áhugaverð saga, sko. Ég í grunninn innanverkfræðingur og hef mestmegnis verið að vinna í svona vöru þróun og vöru hönnun síðust ára, bara hér og þar heiminn. Aðalega tengt heyrnartólum og þannig tækni. Það var lengi í Þýskalandi, nokkur ár í Kína, Bretlandi og flutt aftur heim og þá endaði ég hjá Ríkiskaupum fyrir tæpum 2 árum síðan og þar átti ég að fara að hjálpa með að innleiða bara tækni almennt hjá stofnunum landsins. Og ég hugsaði þá þegar ég byrjaði bara hvað geti ég gert, haft sem mest áhrif á þessum skemmstu tíma og þá var það alveg að skoða svona gervigreindar og gagnadrifna tækni. Og það bara eitt að öðru, sko. Það er bara verið að kafa ofan í þetta umsóknum mín á sínum tíma, þannig að þegar ég sótti starfið í desember 2022 var öll skrifað ChatGPT og þeim þótti það bara alveg fárlegt á þeim tíma, sko. Þannig að ný kom út. Og já, hef bara verið að hergjuverða síðan þá. Bara að kafa dýpra, í mastersnámi í gervigreindamáltækni og endaði síðan bara upp í ráðandi. Það var skemmtilegt hvernig það endaði þannig en Áslaug Arna og ráðuneytisstjórinn mættu á fund og fundurinn enda var með því að þær sögðust að taka mig yfir. Þannig ég fór bara með þeim, var bara mættur í ráðuneyti daginn eftir og var síðan þar einhverja 9 mánuði að móta þessu aðgerðaáætlun með sérfræðingur þar innanhús. Já, þannig að þú hefur verið bara rekrútaður í þetta. Það virðast þeir sem hafa einhverjum svona þekkingu að þeir eru pikkaður upp og látnir gera eitthvað en það er samt mjög áhugavert sem að tala eins og þegar þú kemur inn í Ríkiskaup og ert að koma með þennan bakgrunn að nýta gögnin og nýta þessa gagnadrifnu ákvarðanatöku og annað. Hvernig kom þér á óvart hvernig gagnastrúktúrinn var og gæðin og allt þetta? Bara, já, maður hefði heyrt að gagnastrúktúr og gagnamál almennt hjá hinu opinbera ríkinu væri ekkert að háu leveli, en það kom alveg óvart hvað það var stutt að við komið, sko. Ríkiskaup voru reyndar komin í ágætisvegferð þar, vorum að ráða sérfræðinga innanhús til sín, en þá tók þau einhverja 4-5 mánuði bara að fá gögnin afhent, sko. Já. Og þá talaði þessi innkaupa ríkisins, en þau svo sem að vera að sjá og skoða, en það var bara engin tilbúin í afhenda þegar þau voru ekkert að búast við því að einhver myndi biðja þessi gögn, sko. Nei, það er vandamál. Já, og það tók þau ágætis tíma að fá þessi gögn, en hafa náðu að gera alveg frábæra hluti með gögnin síðan þá, en það er bara líka svolítið vöndin af því hérna heima að það er engin svona chief data officer, eitthvað miðlægur aðeins sem sér þessi gagnamál hjá ríkinu. Þetta Stafrænt Ísland hafa verið að auglýsa eftir þannig stöðu núna bara síðustu vikur, þannig vonandi fá þau einhvern flottan aðeins að þanga inn, en þetta er alltaf dreifstýrt, það er bara aðlar sem fá að stýra þessu algjörlega eftir sínu höfði í hverju stofnun fyrir sig. Og það var bara mjög erfitt að hænita gögnin þvert á kerfið þegar með 160 stofnanir, einhver 11-12 ráðandi og svo fyrir nefndir hér og þar, sko. Já, ég held að þetta sé alveg punktur sem við getum aðeins farið aðeins dýpra í vegna þess að bæði það að gögn er einhvern veginn orðin að mín skoðun á gögnum er allavega svo að þetta sé bara eins og annar innviður. Þetta er bara eins og rafmagn og fráveita og annað. Þetta er það sem er að hafa gríðarlega áhrif á bara stjórnun ríkisins og gríðarlega kostnaður sem felst í þessu að það sé ekki skýr gagnastrúktúr, en svo aftur á móti, það er ekki við neitt að sakast að þetta bara byrjar að gerast einhvern veginn og svo stækkar þetta alltaf og stækkar og það verður að tengja hitt og þetta saman og svo hættir fólk og nýr kom inn og endanum er þetta bara orðin einhver súpa, sko. Þannig að maður hugsaði einhvern veginn að því að þú nú iðnaðarverkfræðingur og að það vantar bara svona teikningar, sko. Bara svona gagnateikningar eins og raflagnir.
Já, það vantar bara með þetta yfirlit, sko. Það veit ekki nákvæmlega hvernig hlutin eru hýstir hér og þar, sumir með þetta bara on-prem, ríkiskaup voru með on-prem, ennþá lausn á sínum tíma, bara fyrir 3 ára síðan, bara með eitthvað svona, litla tölvu og geymslu í kjallarunum í húsinu, sko. Þannig að þetta bara sumir þar og sumir komnir eitthvað lengra með AWS eða Azure, og svo bara allir skalinn á því. Það engin með eitthvað heilstætt yfirliti hvað gögn eru til hjá ríkinu, hver situr á þeim og svo líka bara oft vandinn að margar stofnir hitja á sömu gögnum. Alltaf að biðja sömu gögn aftur milli stofnina. Hver kenntalinn þér, heimilfang, netfang, allt þetta hér og þar í kerfinu, sko. Já, það og eins og ég nú sagt að sko, eins og með persónuvernd og annað sem orðin bara eitthvað svona pínu lúxusvara í dag, sko, að þegar þú vinsla með persónuupplýsingarna þínar fer fram svo víða og einmitt, kennitalaðin skráð í 150 gagnagrunna hjá hennu opinbera, sko. Þannig að ef það á eitthvað að fara, eyða þér út, eins og ég var nú að hugsa daginn að það verður góður business í því að leyfa fólki að deyja. Að hreinsa upp þitt stafræna fótspor. Já, maður séð náttúrulega fullt af einhver lausnum að reyna að reynsa upp Instagram og Facebook hjá þér og einhver myndir að drekka þegar tvítið og svona dót, sko. Já, það getur enginn farið í frambóð, sko. Nei, svo sannlega ekki, sko. Það er hægt að grafa upplýsingum allt og alla, hver sem sko. Ég var reyndar fegin að því að félagi minn, sko, hann var alltaf með myndavél á jamminu þegar við vorum yngri, en þá var ekki komnar þessar veitur, sko, þannig að hann hélt bara sjálfur sýningar. En já, okay. hann búinn að segja ykkur það mörgum að við skulum, ef við ætlum að leggja í einhvern pólitískan feril, sko, þá skulum við hafa hann góðan. Já, svo við erum bara að falla bak við þetta, þetta er bara AI generated, þetta er ekkert alveg mynd. Já, nákvæmlega. En þetta er alveg magnað og að því maður að fylgjast aðeins með þessu svona á alþjóðavettvangi varðandi, að því að þetta er svo, og ég veit ekki hvort að þú sért að maður var svona pínu lengi, eða svona svolítið lengi þegar maður var að byrja að spá í þessu spekular, maður var svona pínu á jaðrinum eitthvað og fekk svolítið að vera bara svona í friði og einhvern veginn fólk potaði bara í mann og var hvað er þetta eitthvað skrítið? Og svo núna er þetta orðið bara svona vá, nennið að þetta er svo mikið buzz núna og þetta á að leysa svo margt, en svo aftur þess vegna er þetta svo góð held ég góða pælinga með að segja, sko, gervigreind eða þessi stóru mállíkön eða vélnám eða hvað sem þú ætlar að gera með einhver gögn, að þú verður að hafa gögnin í lagi, sko. Já, algjörlega, og sér líka bara þetta er náttúrulega tækja tól sem ágætt að leyst flest allt, eins og segir. Það er svo erfitt að innleiða og segja bara fólki kveikjum bara á þessari lausn og hún gerir þetta fyrir þig. Þetta er bara alls ekki þannig. Þú þarft að þjálfa fólk og fara að skoða gögnin og sjá bara hvað er hægt og hvað er ekki hægt, sko. Þetta er ekkert eitthvað, já, einföld innleiðing og eitthvað standard business central eða eitthvað CRM-kerfi. Þetta er miklu flóknar en það og bara hægt að gera líka miklu meira með þetta, en eins og segir, það fer bara algjörlega eftir hvað gögnin eru til staðar og líka fyrir struktúrin og öryggisstandard. Ég hef heyrt af einhverja stofnur heima, hafa prófað Copilot, kveikt að því, hleypt því að staðin í sínu kerfi og aðalega bara sjá gögn sem við alls ekki sjá, bara aðalega í fjármálateyminu sem sjá gögn bara einhverja sjúklinga og svona dót, sko, en þess að gagna struktúr og gagna öryggi á þetta, það er líka bara að taka til í því algjörlega frá aðtölu ára þess að eitthvað henda stað. Já, það bara og einmitt að því ef þú ætlar að fara í einhverja lausni sem hefur bara að pikka upp gögnina því þú nennir ekki að fara í Excel, sko. Mér finnst ég oft enda í Excel. Þú opnar oft Excel? Ég var það miklu meira þegar ég var eitthvað svona nördast að skipuleika líf mitt og fjármála allt þetta, sko. En ég hef verið minna í því síðustu ár. Já. Ég hef miklu meira verið svona top-level ráðgjöf og stefnumótur og þannig dót, en ekki verið að leita svo í Excelið ennþá, en það er samt alltaf defaultið, sko. Ef maður þarf að reikna eitthvað eða skoða eitthvað almennilega, þá er Excel alltaf default. Já, það var mér veist oft, ef ég er að taka einhver gögn sem er ekki eitthvað í þúsundavísi eða eitthvað svona, það mér svo oft gott bara að keyra þetta upp í Excel og sjá þetta, sko, áður maður að fara að keyra þetta inn í eitthvað SQL-gagnagrunn eða eitthvað, því að Excel, að því það er semst, þegar ég er að tala um gervigreind og er að kynna þetta fyrir fólki og við vorum með þessa frábæru ráðstefnu á föstudaginn og þegar Ari Kristinn er að tala, doktor Ari Kristinn, að þegar hann byrja 96, sko, þá er, að því ég miða tölvuöldina, almennu tölvuöldina við útgáfu Excel.
að þá einhvern veginn verða allar skrifstofur í heiminum að innleiða tölvur vegna þess að þú ert komið töflureikni sem bara breytir, sem algjör leikbreytir, sko. Hvaða ár var það? Excel. Já. Sko, ég er ekki með það nákvæmlega á hreinu, en ég held að síðan í kringum, sko, Microsoft 90, eða Windows 95, að ég held að það hafi komið í Windows 3.1. First Excel, ég skal bara tjekka það er það byrjar 82 sem eitthvað multiplan, en síðan kemur það út, verður svona aðgengilegra þegar almenningur fer að nýta það. Já. Þetta kannski, ég afsaka allar staðrendavillur í þessu. En Excel, svo það sé sagt, að þá kannski punkturinn sem við erum að reyna að gera er það að ef þú horfir á gervigreinda lausnir eða þessar nýta stóru málíkönnin eða hvað sem einhverja styttingu á einhverju leið og gögnin ekki tilbúin og eru bara einhverju rugli, að þá ertu bara að fara að búa þetta miklu flóknara rugl. Bara 100% sko, þessar lausnir geti hjálpað að segja hvernig átt að taka til í gögnum, en þú þess að maður að færi þá vinnu. Já. Ég hef heyrt af banka heima sem hefur með eitthvað 20-25 manna gagnavísindateymi að taka til í gögnunum eitthvað 34 ár, sko. Já. Og það er bara að undirbúa fyrir eitthvað hænýtingu, sko. Já, nákvæmlega. Og það er mitt það að þessi bóla sem við erum kannski upplifa svolítið núna er þessi quick fix, innleiðing, hagnaður, fasi 3 verðaríkur, en svo er bara sannleikurinn einhvern veginn svolítið flóknari, sko. Já, það að gera eitthvað alveg með þetta, þá þarf þetta að hafa þessu götti staðar á einhvern góðan skilvirkan hátt. Já. En það var þú kemur ég hitti þið fyrst þegar þú kemur og ert að tala við okkur í háskólanum, þá var ég að undirbúa mig fyrir þetta starf og bara mjög áhugaverður fyrirlestur sem við hélt takk fyrir það og svona það var gott að þú tókst svona pínu svona stunguna af mörgu sem ég síðan þurfti að vera að vinna með. En ég var nú bara að tala þeim morgun að svona orðræðan og umræðan innanhús finnst mér verða bara mun þroskaðri heldur en kannski ég gerði ráð fyrir, vegna þess að fólk er svona bara að átta sig á áhrifunum á menntun, að það er bara margt sem er það er bara algjöra kerfisbreytingu á framkvæmd menntunar, vegna þess að þú ert komið tækni sem að getur leyst ansi margt og það er ekkert val það að innleiða þessa tækni og það er ekki hægt að aðlaga tæknina að hinnu gamla, heldur verður að aðlaga kerfið að þessum nýja veruleika. Þú varst þá í þessu starfi hjá Áslaugu Örnu í þá ráðuneyti Háskóla nýsköpunar og Háskóla iðnaðar nýsköpunar. Háskóla iðnaðar og nýsköpunar og svo gefið út þessa áætlun og hún er alltaf í hotninu hjá mér sko, því maður er alltaf að hengja á eitthvað sem er stjórnvöld búin að segja alltaf að gera og hún er svona, hún er mjög góð að því leyti að þið virðist alveg að hafa áttað ykkur því að það er mjög erfitt að festa eitthvað í stein, heldur verður að vera svona pínu high level, en nú ert þú komið til KPMG og var þá einhver eftir í þinni stöðu eða? Þau eru svona að vinna í því að fylla í það skarð, en það er nokkur aðalar en það eftir innan hús sem hafa verið í svona fjarskipti tækni og gerðarmálum sem taka varðið boltanum alfarið, en ég get alveg trúa því að þau ráða ykkur af fleiri inn. Ég held að þau séu svona stjórnvöld eru að átta sig á mikilvægi þess að gervigreind fá bara svona sérstök stöðugildi innan stjórnráðsins. Sérstaklega eftir það var iðnþing í síðustu viku á vegum samtöku iðnaðarins, þar sem þau voru að tala mjög mikið gervigreind og þetta gervigreinda kapphlaup og hvernig Ísland þarf svolítið bara að spýta í lófana til að geta átt séns og það var nokkrir ráðherrar og þingmenn þar inni, en ég held að það sé búið að kveikja hans hressilega í þeim með það allt saman. Þannig að ég held að spenntur að fylgjast með að sjá hvað Logi Einarsson og hans ráðandi gerir í framhaldinu. Já. Það er einmitt þetta með að sko, þessi samfélagsáhrif og bara á atvinnulífið og allt þetta sem maður hefur rætt talsveit í þessum þáttum og eru bara risa stórar áskoranir vegna þess að þú veist eins og við rætti við þegar Ari var þá tölum við sko að allar þessar innbyltingar þar hafa alltaf leitt til þess að verða til fleiri störf og meiri verðmæti og
og það engin ástæða að því það getur engin spáð fyrir framtíðina og við getum bara byggt á fyrir reynslu að það engin ástæða til þess að óttast það eitthvað að verða eitthvað húrrandi atvinnuleysi, sko. En störf munu taka breytingum og þá þurfum við einhvern veginn að vera tilbúin í að miðla þeim áskorunum sem koma upp í þessum breytingafasa, sko. Að gera þjálfun og menntun aðgengilega fyrir fólk og gera fólki kleift að verða sko þáttakendur, ekki bara það sé ekki skildir eftir. Já, algjörlega, bara eins og segir, það var bara menntun lykilatriði í þessu. Þetta var eina sem stóðum í þessar aðgerðalinn hjá okkur, það var bara endurmenntun og símenntun og bara hvernig þurfum við að breyta hvernig hlutir eru kenndir almennt á Íslandi. Og alltaf við búum við því heima að vera með þessi sterku stéttarfélag sem getur komið í svona vegferð með stjórnvöldum og fjármagn þetta miklu leyti úr þeirra sjóðum, endurmenntunar og símenntunar sjóðum hjá þeim. En það samtali svona var rétt komið á stað upp í ráðandi, en það er bara að leiða það lengra og vinna náu með öllum hagaðilum og reyna að finna leið til þess að fara í gegnum einhver svona stærri menntunar vegferð með íbúum. Já. Ég veit að Singapore hafa gert það á mjög skemmtilegan hátt. Þau hafa verið í þessari vegferð bara síðan 2017-18 hjá sér, þá gáðu þær öllum íbúum aðgang að datacamp, svona AI gervigreindar tóla á netinu sem fólk getur fengið upplýsingar kennt sér eða lært hluti og fengið eitthvað svona gráður í hinu þessu og mér skilst að þau gefi hverjum einum íbúi eitthvað $500 í kredit þar inni til að fara inn og finna sér námskeið sem hentið þeim og hafa verið mjög duglega íta undir þessa vegferð, endur þau bara með þeim fremstu alltaf svona á höfðatölulega séð, þar þau eru fremst í heimi. Já, það alltaf Singapore mjög, ég heimsótti að Bjarni Herrera vinur minn var þar úti að vinna og þetta er svona alveg klikka land, sko. Bara... Já, þetta er svona mjög súreilist, sko. Duglegir að vinna. Já, duglegir að vinna og svona dæmi svona svona nána svona jákvætt dictatorship, sko. Þú veist, þú hefur eiginlega engin kosningar rétt þannig sem íbúi, en þú veist, það er allt stýrt fyrir því, en ef aðlan upp á tóknum verður að taka rétt ákvörðun, þá er það bara fínt, sko, en það er, þú veist, alltaf bara rögglega, það með ekki sér tyggjó, skilur, þú veist, það er bara bannað í landinu. Já, eða fara með dúrían í lestina, mér ást það eða þegar þú vant líkt á hann. Mætti gera það heima með harðfiskinn, sko, en það er annar mál. Já, það er annar mál. Það strætó, þetta setja ykkur svona reglur, þetta vekur athygli. Það var vist, sko, ég las einhvern tíðan söguna tyggjóinni, sko, því það var einhver sem setti tyggjó á einhvern nema og sko lestirnar í Singapore eru alltaf on time, sko. Það er bara, þú veist, það er bara þeirra stolt, sko. Og það var einhver gaur sem að setja tyggjóklessu á einhvern svona nema sem að veldur fyrst töfum á bara öllu lestakerfur og þá bara eðlilega bönnum við öllum að vera með tyggjó. Ok, wow. En kennaratyggju, það er líka bannað? Já, það lítur að vera, sko. Þú veit að sína skírtinni, þetta er svo kennari til að fá kennaratyggju. Já, einmitt. En sko, þetta er nefnilega svo merkilegt vegna þess að ég vann hjá áður, ég var að vinna hjá annarri ríkisstofnun einu sinni og í svona mjög skemmtilegu krefjandi verkefni þar sem var að búa til eitthvað nýtt og endurgera og innleiða og svona og svo einhvern veginn svona gekk það ekki, það endaði allan með því að ég hætti en manni fannst þetta svona pínu ég var ekki svektur eitthvað út í sjálfum eins og ég hefði brugðist eða eitthvað þannig heldur en ég var svona pínu svektur, þú veist, að þurfa að stíga í burtur og verkefnum að því maður fannst maður að vera á einhverju stað sem maður geti gert eitthvað. Ertu eitthvað að þú veist, þetta var og er vonandi mjög svona spennandi vegferð hjá einu opinbera og verið í ráðuneytinu náttúrulega kannski svona fremstu víglínunni. Já, það var geggjað að byrja með ríkisköpum síðan tíma. Þau voru komin á mjög skemmtilega vegferð þannig að Björgvin sem er núna fórstjóri Bónus tók við þannig sem fórstjóri ríkiskaupa, mann ég hvort var 2018-19 og þau fóru bara mjög skemmtilega vegferð að nútímavæða þá stofnun og bara mjög gaman að koma þangað inn og maður fekk svona frelsi til þess að prófa ýmsa hluti, reyna að hitta þetta, sjá hvað gekk upp. Hélt meðal annars ráðstefnu gervigreind með einhverjum mjög hátsettum aðilum frá Microsoft og Nvidia og Google í maí í fyrra og svo fekk ég líka bara óvenju mikið frelsi líka hjá ráðundinu
að því að þetta svona málaflokk sem svo fáir þekkja alveg inn á, að ef það loksins komið einhvern sérfræðing á þessu sviði, þá bara farið svolítið frelsi til þess að aflaði frekar upplýsingar og reyna að veita þeim þá ráðgjöf sem þau þurfa í ráðundinu, átt að því hvað þarf að gera. Og það var mjög skemmtilegt að gera þessi aðgerðaáætlun og maður var komin svona gott ról, en þessi stjórnarslið, þannig að þegar Bjarni stýrði ríkisstjórninni, svo öllu svona smá damp í það allt saman, sko. Það fer bara svo mikið púður í það síðan að þessar kosningabaráttu og það má ráðherra eiginlega ekkert gera neitt í ráðundinu á meðan að miklu leyti, og þessar starfsstjórn og svo koma kosningar, svo koma nýjir ráðherrar, þeir þurfa að finna og koma sér á stað, vera saman í ráðundi, það var bara svolítið allt on hold í ykkur marga mánuði eftir það allt saman, sko. Það misti svolítið momentum eftir aðgerðin var kynnt. Já. Þannig að ég var svona aðeins opnari fyrir því að fara annað eftir það og sérstaklega þegar Ásdís Halla ráðunstjórinn í háskólaráðundinu fór yfir í félagsráðundið hjá Ingu Sæland. Já. Hún var svona svolítið drifkraftin í þessu með mér. Já. Hún er svona mjög forward thinking, var áður fórstjóri BIKO, bæjarstjóri í Garðabæ, hefur gert frábær hluti hér og þar. Já. Og hún hjálpaði svolítið inn og sér keyrði í gang og var mjög opin fyrir svona gerðindavæðingu. Við erum mjög svona spenntir að sjá hvað þau gera í félagsráðundinu, því hún mun líklega gera fullt af frábær hluti þar og nýta gervind og gegnin sem þau sitja á þar, sko. Já. Þannig ég er bara spenntur að sjá það allt saman, en ég veist það er bara svolítið að hjálpa stjórnarráðinu með þetta á þessu stigi, hjálpa þeim að koma sér á stað almennilega. Veist, ég verið með kynningar í hinn og þessu ráðundum og fólk vill prófa þetta, fólk vill nýta, en þau veit bara í hvernig eigi að gera það. Þetta er svolítið þessi þjálfun sem vantar, sem það svolítið eigi sér stað og eins og fórstjóri Microsoft sagði, innleiðing á svona gervigreindi 20% tækni og 80% þjálfun og fólk og bara svona menningarbreyting, sko. Já, akkurat og ég hef verið að halda skóluna, verið með vinnustofur með þeir sem eru að vinna á kennslu og upplýsingatæknimiðstöð hér og ég er kannski aðeins að upplifa það sem þú varst að gera, því að Auja, sem er yfirmaður minn þarna, að hún er svona rosa forward thinking og hún er líka sko doktor í kennslufræðum. Þannig að þetta er rosalega skemmtilega samsett svið innan háskólas vegna þess að við erum bæði með upplýsingatæknina og tölvumálin og kennsluráðgjöfuna. Þannig að við erum með mjög svona breytt svið og hún er náttúrulega mjög svona forward thinking er á þessu fyrsta námskeiði sem leiði til þess að ég fyrir þetta starf og það er mjög gaman hjá okkur, en við höfum líka verið svona akkurat með þetta. Það er ekkert hægt að vera bara með eitthvað svona láta fólk fá einhver verkfæri upp í hendurnar og segja, gerðu þetta og gerðu hitt, heldur, þú verður að verða svona þinn eigin svona smiður svolítið að hvernig þú ætlar að nýta þetta sem framlengingu af þér, að því annars upplifum að bara að bara moka kólum í einhverja vél, sko. Já, algjörlega, þetta er bara svona tækni sem þetta virkar alltaf ekki þessu stigi, ég get bara komið inn sem ráðgjöf og sagt þér nákvæmlega hvernig þú nýta þetta í þinni vinnu. Þetta þarf svolítið að koma, eins og þú segir, innan frá þér, þú þarf svolítið að bara fá þess að þjálfin þess að svona grunnþekkingu og er bara svo að leika þér áfram með þetta og sjá síðan hvernig þetta getur nýst þér almennilega og svo getur kannski sérfræðingar hjálpar að búa til eitthvað sér tól í kringum þetta sem hjálpar að leysa stærra þessari verkefni en það bara krefst þess að fólk sé bara að fá þjálfun bara konstantli, bara aðra hver viku, eins í mánuði bara svona hjálpa að halda fólki við efnið. Ég heyri svona skemmtilega sögum daginn, ég var með kynningu hjá Festi og það nefndi aðili frá Elko að homepageið bara í öllum í Chrome og Explorer er bara ChatGPT. Þeir eru búin að gefa öllum tímaaðgang þar, þeir eru að koma sér í rútínu fólki, þá bara alltaf að ferja inn á internetið, þá er það bara fyrst sem þú sérð. Já, það er gott. Við erum að vinna í svona, eitt sem að vantaði hjá okkur þegar ég byrjaði, það vantaði að því að svona, kerfið innanhús er náttúrulega bara mjög flókið, við erum náttúrulega með 200 starfsmenn og svo rúmlega, held ég tæpilega 3000 nemendur held ég þegar mest er, þannig að rosa mikil traffík í gegnum kerfin og svo er líka þannig að sameiginlegar veflausnir eins og Ugla og Mentaskíð og Microsoft samningurinn og eitthvað svona er að gera svolítið erfitt að vera í svona tilraunastarfsemi sem maður kannski þarf að vera í á þessum tíma vegna þess að það er erfitt að kommitta á eitthvað eitt. Þannig að við erum búin að vera að setja upp svona stafrænt þróunarumhverfi og erum með server sem er óháður öllu öðru í háskólanum og við getum bara hent upp bara alls konar tilraunarverkefnum, gagnagrunnum og veföppum og einhverju sem við viljum svona reyna að fá að gera aðgengilegt
tilraunasvæði. Og það er svona kannski leiðin að því maður vonast til þess að því þú ert í máltækninni að það komi bara, og ég spái að það komi bara næstu mánuðum eitthvað svona fínstilt lítið módel sem að tala íslensku. Já, þetta er svona þetta sér umhverfið talin, svona sandbox umhverfið, ríkið það líka svolítið að búa til þannig umhverfið fyrir stofnunina heima, almennt þannig fólk getur verið að prófa þessu áfram. Þetta er bara, eins og segir, mjög flókið og hætti þetta að vera að prófa okkur lausnir sem bara broti kerfið eða hitt þetta. Sérstaklega með þess endur þessar netárásir sem fólk er endi hér og þar. Það bara opnar á fleiri snettifleti þar, þannig bara að gera að reyna að fá þannig umhverfið fyrir fleiri aðila. Mér finnst bara mjög gaman að heyra þessu konu þá vegferð. En var þetta máltæknina þá bara hef ég full að trú á einhverjum aðalinn sem miðeind að þau komu ykkur þannig lausn á næstunni, sko. Bara spenntir að sjá vegferðina sem þau halda áfram að vera á, sko. Þau eru náttúrulega svo náið og vel tengd í OpenAI lengi og áherslu að sjá hvernig það þróast, hvernig það samstarf byggist upp til lengdar. Já, og það sem að eins og við erum að til dæmis á okkar svæði núna erum við að hýsa svona fínstilt whisper-módel þar sem við getum verið að nota tala í texta bara á on-prem sem er náttúrulega rosalega gott fyrir þá sem er í rannsóknum og taka viðtöl og eitthvað svona sem er bara það sem gagnaöryggi er bara algjör grunnur að því að þetta geti gengið að þá bindi ég alveg mikla vonum við það að það verður hægt að vinna helling á svona on-prem módelum en síðan notar þá stærri módelin þegar kallar á það, sko. En það er maður algjörlega orðin galinn á þessu eins og með OpenAI og ég var, þetta gerðist í live hjá mér í tíma. Ég var að kenna, var með námskeið á 5. skvöldi fyrir 2 vikum og ég var bara eitthvað svona pínu í svona flæði að búa eitthvað til. Ég var með eitthvað svona alls konar gögn sem ég var búin að búa til og var eitthvað að fara á milli og sýna fólki svona bara gaman og svo opnaði allt í einu OpenAI GPT og það kemur bara, GPT 4.5 er komin. Ég var með $200 áskriftinni, ég þurfti að prófa það. Já. Og ég bara svona, og hvað? Af hverju ég nota það? Þannig að maður með eitthvað svona 8 módel eða eitthvað. Já, þeir tala það í þessu nýja GPT 5 þegar það kemur út að það muni bara svona breyta þessu aðeins, þetta verður ekki með þessi 8, 9, 10 módel í boði, verður bara eitthvað 1, 2 og þú getur bara valið eitthvað svona hvort vilt reasoning eða ekki, svona sem er á Claude, gerða hana með 3.7 hjá sér. Já. En hvernig hefur Whisper virkað á íslensku? Hvernig er það með íslenskuna að pikka hann upp og það er svona viðtöl á þetta? Sko, það sem ég geri eftir þennan þátt að þá, þegar ég er búin að taka upptökuna, þá keyri ég hann í gegn og hún vinnst bara á tölunni hjá mér og þú veist, og það er ekki fullkomið. Nei. En þann algjörlega, að því að svo getur maður bara sömmura eða sem búið til samantektir og fréttir og eitthvað upp úr því og það er algjörlega nóg í það. Einmitt. Og ef ég er að tala við það sjálfur, að þá er það bara þá er bara nánast fullkomið, sko. Og þetta er enn á Hugging Face, það eru 2 módel sem við erum að prófa sem hafa verið þjálfuð og þau bara, maður keiri það bara á fartölunni sinni þess vegna, sko. Já, það er náttúrulega orðið stjórnlega sem manni hvað eitthvað var að segja daginn að hann var að keira uppálega GPT 3.5 módeli á bara iPhone-u sinni daginn, sko. Já. Þetta eins og segir, það verður hægt að keira þessi módel locally bara á no time, sko. Það er nefnilega málið, sko. Það er svona líka, ef maður leggja svo áherslu á við eins og svona stofnun eins og háskólan að vera ekki að falla fyrir einhverjum tilbúnum lausnum sem bara eru til framtíðar kannski ekki það sem að mun vera það sem þarf, af því að þú veist, í grunninn er það bara það sem besta fjárfestingin er í núna einhver svona stórum verkefnum, það er bara undirbúa gögnin, sko. Bara 100%, sko. Og ég held að það þarf bara svolítið að reyna að spýta í lófana í háskólum og að búa til fleiri svona gagna vísindamennina heima, sko. Ég held að sé alveg gríðarlega þörf á þeim á markaði. Já, og það er náttúrulega kannski líka það sem ég sé að því að mér finnst, sko, kannski að því ég er með svona ólíkan bakgrunn heldur en margir og kem inn í þetta svona einhvern veginn á ská og með allt annan bakgrunn að við þurfum einhvern veginn að minnka líka pínu svona, eða auka aðgengi að þessu vegna þess að þú getur alveg verið með einhverja grúskara og pælara sem eru kannski bara ótrúlega flott fólk sem er að vinna hjá stofnunum og ráðuneytunum áttar sig mjög vel á starfseminni og þörfum starfseminnar
og ef þetta fólk var þjálfun í það að nýta þessi stóru málíkun eins og GPT og annað til þess að verða gognavísindamenn, að það, þú veist, þá ertu búin að valdefla fólki svo ótrúlega mikið, sko. Bara 100%, ég held bara að skemmtileg bók sem ég las sín tíma, þetta Range, sem fjallar að sem meiri þörf að fólki með svona víðan bakgrunn í framtíðinni til þess að leysa þessi framtíðar vandamál. Bara þú sért með þekkingu úr hinn og þessu, bara eins og þú úr slökkviliðinu, bara margt sem þú lærið þar sem þetta nýtt í eitthvað allt annað sem var ekkert endilega tengt því, en bara laust það, hann geti nýtt í eitthvað allt annað. Og ég svona alltaf kalla mig sjálf með svona jack of all trades, master of none is better than a master of one, sko. Það hjálpar að vera með þessa víða þekkingu, sérstaklega þetta nýtið þessi móta, þetta hjálpar að fylla upp í eyðunar, þú veist, ef vantar eitthvað þekkingu, bara fengið þessi hjálpar að fylla upp í það, en nýta bara svona víða þekkingu til að reyna að hjálpa að leysa vandamál hérna og þaðan. Já, nákvæmlega, og það sem að, þú veist, einmitt, og ég alveg sammála þessu að því ég hef talað sko, tími generalistans runnin upp, sko, og þú það, sko, og gott teimi samanstendur af einhver, sko, generalista sem að getur tjáð sig og getur tengst við fólk og skilið þarfir og svo ertu með einhvern hyperspecialista, sko, sem þá, þú veist, og saman mynda þeir eitthvað svona teimi og þú getur púslað þessu eitthvað saman og allir eru meðvitaður takmarkaðin tækninar og eru með skýr markmið og eitthvað slíkt að þá mitt sko held ég að þú getur búið til teimi sem að geta leyst bara ótrúlega fjölbreytt vandamál víða. Já, sérstaklega bara svona þjóð eins og okkur. Við erum svo fámenn, við bara nýtt sér tækni til að gera nákvæmlega þetta, bara valdefla og gera meira með minna, sko. Koma sér tækni fyrir fram fólk, kenna fólki á þetta, bara sjá hvaða hugmyndir koma, sko, bara hvaða lausnir koma, hvernig getur nýtt þetta til að gera Ísland að betri þjóð til lengri tíma. Já, það er frábært að heyra þig segja þetta vegna þess að þetta er akkurat svona það sem ég er að segja oft hérna þegar við erum að biðja sko námskeið og einhverja fræðslu og svo kemur fólk á námskeið og ég er kannski meira að tala bara ok, við verum að vita hvernig það virkar, við verum að vita hérna með hlutregnina og við verum að vita hvernig þetta býr til hérna orð og eitthvað svona og svo er þetta kannski aðeins út í heimspeki og félagsfræði og eitthvað svona en svo verður fólk að fara og prófa og byrja og svo þegar þú byrjar að prófa og byrja og komin inn í einhver verkefni þá getum við tala saman að því þá get ég hjálpað þér að nota þessu framleggingu á þinni hæfni, færni og áhuga sko. Já, algjörlega, það er bara nákvæmlega hvernig ég verið nálgast svona ráðgjöf hingað til, bara akkurat þetta, bara koma fólki á stað þeir þurfa bara svolítið að lenda vegginu sjálfur, bara sjálf áður því fara að veita einhver aðstoð og sýnda einhverju getur unnið og fundið lausnir á því, sko. Þetta snýst bara eins og segir að fá fólk að koma sér á stað, prófa þetta og svo hjálpa við kannski sérfræðingar fólki að taka þetta ennþá lengra, gera ennþá meira með þetta. Og minn uppáhaldspunktur oft á tíðan bara, var ekki frábært ef ég þyrfti að gera XYZ, bara hvað finnst þér leiðilegt að gera í vinnu? Hvað viltu reyna að nýta þetta tækni í að losa og taka frá þér? Þá þú bara frekar nýtt tíman í eitthvað uppbyggilega og betra og skemmtilega, sko. Já. Það er nákvæmlega og það sem við höfum verið að tala hér sko er náttúrulega skemmtilegt en það er náttúrulega líka margar áskoranir sem felast í því að vera fjarnámsskóli eins og Háskólinn á Akureyri er fyrst og fremst og svo eru nemendur að koma inn í lotur. Ég ætla að reyna, ég er búin að hlusta á podcastin sem ég er búin að taka upp og ég er svo harðmæltur að ég er að reyna að vera aðeins og nú er ég pínu meðvitaður en að það er að sko þegar nemendur koma í lotur að það sé þessi mannlegi þættir, þessi framkoma og samtalið sem að fólk þarf að eiga sem nemandi í háskóla og það er náttúrulega að gera nýja kröfur þá til kennara og annað slíkt en jafnvel að fólk ger ekki ráð fyrir því að vera með tölvur einu sinni þegar að koma inn í samtal við annað fólk sko. Vegna þess að þú átt að vera búinn að því. Já, það er bara algjörlega þar svolítið endur skilgreinir hvernig hlutin eru kenndir. Ég er bara mjög spenntur að sjá hvernig það prófast hjá ykkur. Eins og nefndur hann áðan, þá kom ég til ykkar hann í nóvember og það kom bara mjög skemmtilega óvart hversu langt og djúpt þið voru komin bara í pælingar almennt. Og ég held að hjálpi bara mjög mikið að kennslufræðin og UT-deildin sé á sama stað, sko. Þannig að fólk getur svona nýtt sér tækna fram og tilbaka og koma þessu almennilega af stað inn í kennsluna almennt. Og ég er bara mjög spenntur að sjá hvernig þið þróið þetta áfram og hvernig þið tæklið kennsluna nám bara í framtíðinu. Þetta er bara mjög mikilvægt að setja bara endur skilgreint og verkefni sé bara svolítið breytt hvernig það er gerð. Ég man bara hjá mér núna fyrir jól, ég gæti bara tekið nánast hvaða verkefni sem er í masternáminu og hendi inn í ChatGPT og fengi út svarið, sko. Já. Ég þurfti bara svolítið að passa með að nota ekki of mikið
bara ég ætti að læra eitthvað í rönna. Þetta er bara svolítið svona, já, ég sjálfur reyna að passa það, en ég hef alveg ekki komist í genið rönna annars að gera eitt og lært ekki neitt, en það er bara nýtt með ChatGPT allan tíman, sko. Já, og það er raunveruleikinn, sko. Já. Og fyrir fjarnámsskóla þá er þetta náttúrulega sérstaklega áskorun þegar nemendur eru ekki fyrir fram að þig og svo náttúrulega þá galið að fara að loka fólk inni með blað og blýant og prófa það upp úr einhver efni vegna þess að það bara, þá ertu ekki að skila þessu, en aftur á móti þá hef ég notað orðaðina svolítið að sko háskólanám eða bara nám almennt á bara eins og að vera að fara í rektina, þú þarft að lyfta einhverju þungu til þess að eflast, en ef þú ert að nota GPT, þá verður bara lóðin svo létt. En þá þarf að finna nýjar æfingar. Það er ekki vandamáli, ekki tæknin, heldur vandamáli hvernig við framkvæmum þessa þjálfun á þessari hefni og svo þannig að áhættu meta hvar þú ætlar sannarlega að mæla fólk. Og þá náttúrulega kemur bæði úr sko, lögfræðinu og slökkviliðinu að þegar maður var að þjálfa slökkviliðsmenn og sjúkraflutningamenn að það var svona nokkuð auðvelt að búa til hvata fyrir það vegna þess að þú voru að læra þetta annars getur þú lagt þig eða aðra í mikla hættu, sko. Og það var það hefur verið svona hjálpa manni svolítið mikið en að sjá, hvar er hvatinn fyrir því að bara, þurfum við sannarlega stíga niður fæti og vera handvissum að mæla fólk rétt. Já, bara mjög áhört að heyra það, og líka bara áhört að heyra líka hvernig, og bara svona hvaða áherslu þið vilja leggja á í framtíðinu, hvað á fólk að læra. Og hvað á fólk að rannsaka og hvað á fólk að tími í og allt þetta. Háskóla einhver leiti skilgreinir þetta út frá því hvað atvinnumarkaðurinn er að biðja Það er bara áhört að sjá hversu hratt þetta þróa sér heima, sko. Já, bara kenna öllum gagnavísindi næstu 5 árin. Já. En ég hef talað það, sko, ég hef akkurat talað það bara í vinnulags áfengum, bara þegar þú byrjar í háskólanámi, að þá verður að læra að vinna með gögn. Vegna þess að það eru rannsóknirnar sem að munu skipta máli núna næstu árum, það er að hagnýta gögn sem eru til núna og það eru fáir búin að nota þau. Og svo er náttúrulega líka þetta að brjóta eins niður þessi síló, að við erum alltaf að kenna lögfræði og svo erum við með félagsfræði og sálfræði og alls konar. En það er svo mikla tengingar á milli að svona þverfaglegt samstarf og svo er við tölvunarfræði og gagnavísindin og allt saman þú getur búið til einmitt svona breiða þekkingu sem er þá mjög krefjandi að afla sér en þú getur gert það því að þú ert með stórt málíkan sem er að hjálpa þér, sko. Já, við hefum alltaf finnst þetta mjög vel gert hjá HR með þessa þverfaglega þekkingu, þetta nýsköpunarnámskeið sem allir grunnnemar fara í sem bara tengir nemendur þvert á öll svið og allir að reyna að stofna eitthvað fyrirtæki saman og mér finnst bara meiri þannig áfanga og pælingar við erum brjótað niður þessi síló og bara fólk sé að vinna þvert á sviðin og við erum bara að gera eitthvað þannig áfanga í tegns við gerðurgreind, bara fólk þarf að vinna þvert á sviðin og leysa ykkur ýmis vandamál hérna og þaðan, sko, bara fá lögfræðinga saman og tölvufræðinga og siffræðinga og bara hvað sem er og bara henda ykkur verkefni á það og sjá hvernig að leysa það. Ég er búin að skrifa þetta hjá mér, sko, ég ætla að því að við erum komið, það er verkefnastjóri hjá okkur Svala, heitir hún, sem er í samstarfið, hún er í stöðu sem er í samstarfið Drift, sem er svona frumkvöðlasettur hérna á Akureyri, ótrúlega flott verkefni og ég bara skrifaði og setti 2 línur undir nýsköpunarnámskeið. Þetta er alltaf bara, að því við höfum talað um svona hackathon og annað svo einhvern veginn skoðum alltaf, maður vill samt ekki vera búið bara til eitthvað svona endalist einhverju vaporware eins og mörg hackathon virðast hafa lent í, sko. En þú ert samt alltaf að læra einhverju nýja hæfni og við erum semst búin að vera að gera tilraunir með svona rakkerfi upp á gögn háskólans, bara til að búa til eitthvað svona chatbotta fyrir eitthvað að búin að læra alveg helling, sko, því maður reyna þetta oft og þetta einhvern veginn virkar aldrei almennilega. Nei. Ég mæl við eftir að fara ykkur rakpælingum að heyri ég strákar fyrir þessi Jónsbók, svona lögfræðilaust hérna heima fyrir þetta Raxiom held ég, en þeir eru náttúrulega að nýta rak mjög mikið, búin að byggja byrna gagnagrunn af dóm og lögum og síðan bara svona ChatGPT og rak ofan á það, þannig þeir eru mjög djúpt í þessu rakpælingum, þannig ef allt eitthvað að læra það, þeir eru bara mjög hjálpaðir og eru potið til að hjálpa þér og benda rétt átt, sko. Já, og við erum nú komnir svona svolítið vel á veg, sko, við erum búin að reka okkur á ansi margt, en þú veist, það er svo margt í sem þetta að læra og svo fannst mér svo ótrúlega flott eins og bloggið hjá Anthropic, því ég veit ekki, ég er alltaf pínu svag fyrir Anthropic, sko. Ég er það líka, sko, mér finnst Dario bara svona hans, fósverið þeirra, svona hans
jarðtengdari heldur en Sam Altman hjá OpenAI, svona hans þægilega betur hlusta á hann. Já, ég alveg sammálaður. Mér finnst hann er svona þægilegri nervur. Sam Altman er náttúrulega bara eins og, veist, hann er bara eins og getur örgulega fínn gaur, sko. Hann getur líka komið fram bara eins og eitthvað Bond-illmenni, sko. Elon Musk er náttúrulega bara klikkaður. Já, hann er bara Bond-illmenni, sko. Hann er Bond-illmenni, já, hann er basically Bond-illmenni. Hann er hérna, og svo er náttúrulega bara þessi stóru risar og hérna, en mér finnst, og þeir eru að segja þarna með agents, til dæmis eins og sem ég kalla erindreka, ég held að það hefur komið frá Datalab, ég hef svolítið notað erindreka eða miðlari, að þú veist, þetta er til dæmis bara svona tækni sem maður sér bara, ok, þú veist, þú ert bara með mjög sérhæfðan miðlara, sko, ef þú reynir að tengja saman 2 eða 3 þá ertu bara að búa til graut, sko, og þeir eru mitt að hamra á þessu, bara hafið þetta einfalt. Já, ég held að þetta er bara svona punktur að það er nýta í allir þinni vegfært tengt gerðurind og Gen AI sérstaklega, það er bara að hafa þetta einfalt, sko. Já. Ekki að reyna að gera mikið í einu og ætla sér að þetta geti leyst allt á þessu stundu allavega. Nei, og það er einmitt, ég er nefnilega að sagði það að því að ég, eitt af svona, kannski svona mínu styrkleikum sem hafa verið það að ég svona geta þjálfa mig upp með því að hafa lifað með ADHD bara alla tíð, að það var löng þjálfun sem að tók í mig að eina vera skipulaður og vinna markvisst af verkefnum og þá var það að ég gæti einbeitt mér að einu í einu og kannski 2 hlutum, en að svona multitaska hefur aldrei verið eitthvað sem ég hef gert, en svo allt í einu bara svona í síðustu viku þá stóð ég með þessu og af því ég var með svo stóran skjá, ég var svona breiðan svona 40 tómur skjá eitthvað svona og ég var hann að standa með að því að bara ég var að multitaska og ég bara svona ég bara lokaði hann í gluggunum mínum, tók bara tölvunum mína, tók skjáinu sambandi og ég bara búin að vera svolítið bara með hana núna, bara með einn lítinn skjá að þú veist, fókusa og svo er ég að hugsa að stofna svona spjallhóp fyrir fólk sem er að lenda í þessu, því ég er ekki einn þetta. Nei, 100% ekki, sko. Maður hefur alveg staðist að þessu endar, sérstaklega verið að nýta leik fyrir deep research hjá ChatGPT og reyna að henda yfir nokkur þannig ferðum við ganga á sama tíma og láta vinna og gera eitthvað ofan á það og sína rýna í þetta og veist, maður kemur að loka bara miklu minni í verk þegar maður reyna að gera mikið einu, sko. Já, maður kemur miklu minni í verk og svo komum við upplýsingar bara endalaust mikið af upplýsingum og svo ef maður örþreyttur og því það, ég held að það sé líka eitt af því sem við þurfum að taka inn í þjálfun hjá fólki og ég held að þetta verið rosaleg áskorun hjá mannauðsstjórum að það er, þú veist, og náttúrulega frábært þegar fyrirtæki er að kaupa aðganga fólki fyrir GPT og annað en sko, og ég sagði það nú líka hef sagt það við fólk að ef ég var með fyrirtæki í dag og væri að ráðin starfsmenn að ég myndi gera alveg ofboðslega mikla kröfu á fólk að vera sjálfbjarga ef ég ætlaði að kaupa handa þér aðganga GPT þá ger ég bara ákveðna kröfu það að þú sett sjálfbjarga á mörgum sviðum vegna þess að þú hefur þessa tækni til að hjálpa þér en aftur á móti að þá þegar fólk er náttúrulega að vinna hraðar og framleiðnin eykst og mér finnst alltaf svolítið skrítið að segja sko við spörum tíma því að tíminn er alltaf svo sami, hann bara líður. Já. Það er bara spurning hversu mörgum einingum af einhverju við getum gert á þessum tíma sem að líður að ef við hækkum tíðnina á því sem við gerum ætlum við þá bara að halda áfram þessum sama lengda vinnudegi nema við ætlum bara að koma miklu meira í verk. Vegna þess að ég held einhvern veginn að það sé, og það ég hef upplifað það líka að þú veist, heilin á mér, hann heldur ekki í þetta sko. Og ég hef bara uppgefin ef ég stend með þessu. Já, bara þetta context switching, það er svona helsti, já, svona drifkraftur því að maður verður bara þreyttur til daginn, alltaf svissa milli hluta og reyna að gera hitt þetta, gefa þér 2 mínútur þetta og svo 2 mínútur hitt og þetta mun líklega bara ýta undir það eitthvað leyti. En maður veit ekki hvernig það verður með framleiðin aukningu á þetta allt, sko. Maður sér ekki fram á það hvernig á Íslandi verður hægt að auka framleiðinni í því óendanlega, skilur, og bara með x marga íbúa og x margar einingar sem fólk er að kaupa henni þessu, sko. Þannig, hvað átt að gera þess að framleiðin aukningu sem getur mögulega orðið til staðar? Ég veit það ekki alveg, sko. En ætli fólk fari bara að vinna. Man einhver sem sagði það fyrir einhverju 2-3 árum síðan að besta fjárfesting í dag var að fjárfesta í golfvöllum. Það fólk verður bara í gólfi eftir ykkur 5-10 ár, sko. Já, og ég sé það, ég verður að reyna að
venjum á það að því að þetta eitthvað sem ég hef tamið mér að byrja daginn á því að punta aðeins niður hvað ég ætla að gera og svo reyni ég að því mér finnst sko fyrir mér svona 2:45 mínútur svona hyperfókus blokkir mjög góðar. Bara svona smá stutt á milli og ég kem alveg óbúslega miklu í verk á þessum 2 blokkum en svo finnst mér mjög gott einmitt að fara í eitthvað samtal við einhvern, ræða eitthvað og reyna að finna einhverja þróun og svo kannski kíkja mér á tölvupóstin og græða það allt saman en svona reyna að setja upp rútínuna sína á deginum að sé ekki bara að eins og einhver spýttfíkill að moka kolum í einhver stór málíkon sko að því að maður gæti gert það bara allan sólarhringinn sko. Já, og þú kemur ekki alltaf meira í verk að lokum sko, þú bara brennir út og verður sem bara frá vinnu kannski ykkur viku mánuði og þetta gengur ekkert lengdar að vera eitthvað þannig eitthvað svona hyper-focused á efficiency. Ég var það sjálfur alltaf yfir yngri, alltaf svona verkfræðipælari og vildi reyna að ná sem mest úr deginum og þetta og svona bara átt að segja ættar og láði, það var bara eitt hægt til lengdar sko. Nei. Þú getur ekkert ofhugsað og eitthvað svona hyper performer til lengdar sko, mun bara eitt ganga. Það enda bara svo Elon Musk. Já. Þú eru ríkasti maður í heimi en líklega svo óhamingjusamast, já ég veit ekkert hvort það sé óhamingjusamur ekki en mér varst alltaf gott sko, þú veist að því að ég fylgist aðeins með honum að því ég spilaði World of Warcraft í gamla dag, spilaði þú WoW eitthvað eða? Nei, ég var aldrei því sko. Aldrei því, en allan að ég horfið stundum á einn YouTuberi sem heitir Asmon Gold eitthvað, hann mjög vinsæll og hann skemmtilegur af því hann svona gaur sem drull flest sko, nema að Elon Musk var sko að spila Diablo 4 og hann var bara mjög góður leikmaður í Diablo 4 og hann spilaði eitthvað með Asmongold og eitthvað og svo allt í hennu fatta þeir bara eitthvað, þetta bara meikar ekki, þú veist, þetta getur bara ekki staðist, sko, gæn bara eitthvað, með Donald Trump að fagna og svo hann skjóta upp einhverjum eldflögum og búa til bíla og bora einhver göng og svo hann bara einhver top tier Diablo 4 spilari, svo kemur nýr leikur út og hann allt í hennu bara mjög ofalega þar, sko. En þá alltaf föttuður, þannig bara leigir einhverju gæja sko, sem spila fyrir sig og svo hann bara eitthvað að stríma og þá tók fyrir því að hann vissi ekkert hvað hann að gera. Þannig að þeir sáu svona í gegnum hann. Já, maður hefur bara hver ávinningun fyrir hann að gera þetta var gott marketing eða PR, ég skilji alveg, að nenna að standa í þessu sko, það þykjast vera ykkur aðalega sem vart ekki, en kannski það bara, þessi ímynd sem hann að stóla svolítið á. Allir þessi dúttar út í heimi dýrkan út af nákvæmlega svona sögur, skilur hann getur gert þetta og hitta þetta og reyna þá að vera eins og hann. Já. Sem endar held ég illa fyrir langflesta. Já, nákvæmlega. Ég las bók sem er alveg frábær, hún heitir Late Bloomers, eftir Ritz Karlgaard, held ég heiti. Hún hann talar svolítið um það að í kringum byrjun 9. áratugurins þegar sko Microsoft og Apple að koma upp, að þá eru svona 2 máttarstólpar þarna. Það er Bill Gates og svo það Steve Jobs. Já. Og sko markaðsdeildir háskólana, þeir ákváðu bara að við ætlum að vera Bill Gates. Við ætlum að vera team Bill Gates af því að Steve Jobs, hann bara klikkaður. Hann mikill hippi, að gera ýmislegt sem að við viljum kannski ekki endilega bendla okkur við, en við erum með Bill Gates sem bara svona algjör straight shooter sko. Þannig að þeir fóru að setja fólk inn í, þetta resepían að einhverju success. Þú ert að gera þetta er skólagangaðin, þetta vegferðin sem þú ferð á til þess að verða næsti Bill Gates og svo kraftseldu þeir þetta alveg. En svona, svo var að því ég kaupi mér stundum á Kindlinum sambúl og svo ef mér líst á það þá kaupi ég bókin og býð eftir henni. Og ég gleymi aldrei vegna þess að ég og 2 dætur og dóttir mín var í öðrum bekka eða eitthvað og með fyrsta barni í skóla, maður eitthvað svona, shit, maður að passa sig að meika það og læra starffræði og svo les ég síðustu málskrínuna að hún segir það var tala við sálfræðing sem að vinna á Stanford háskóla, búin að vinna þar í áratugi og hún sagði einfallega bara að the optimism of youth, it seems has been replaced with a crippling fear of failure og ég fekk bara svona gæsahúð því ég las þetta og bara svona og stóð einhvern veginn sjálf með á því bara, ég var svolítið að hugsa barni mitt sem var í öðrum bekk í skóla, það var ekki eins og ég var einhver helikopterforeldri eða eitthvað þannig, ég var bara svona svolítið að hugsa, ég var búin að búa með einhvern veginn til þessa mynd og ég einhvern veginn slakaði þess á eftir þetta, vegna þess að þegar maður las svo áfram í bókinu það sama bara, þetta ekki ganga upp sko, því að krakkar eru bara, það svo rosalega kröfur sko. Já, ég stóð sjálfum svolítið að því að setja þessar kröfur á sjálfan mig, ég ólst upp í Bandaríkjunum og maður fann alveg fyrir því í skólakjörnum þar
það er alltaf kröfur á mann, það er miklu meira samkeppni, það þarf að koma sér í þessi háskóla, það þarf að byrja að snemma, ég var settur í eitthvað svona shared bekk í 3. bekk bara, strax bara þú ert hérna aðeins öðruvísi, þú ert bara strax fann eitthvað aðra vegferð í stærðfræði og ensku þetta og ég var mjög kvíðinn sem, bara sem krakki í grunnskóla út af þessu, bara pressa á sjálfa mig, það var alls ekki að koma fórðar mínum og svo svona hjálpaði til að flytja heim til Ísland, þannig að áttum að ok, þetta er ekki eins mikilvægt maður heldur, maður getur aðeins af bensíngjöfinni og bara aðeins verið meiri krakki, en þannig ég bara peppaði algjörlega í þessari vegferð sem foreldri að setja enga pressu og mikla pressu á krakkana sérstaklega þessum aldri, bara að leyfa þeim svolítið að vera þau sjálf. Já, og það er mitt, maður hefur tekið það, auðvitað náttúrulega þarf að halda aga að þeim og leyfa með verið íþróttum, af því að það eru líka gæði þar eins og þrautseigja og segla og ægi og annað sem er gott og svo náttúrulega eiga að standa sig vel og ég held ekki að að því kona mín er grunnskólakennari og hún er búin að eiga alveg óbúslega skemmtilega vegferð í því að nýta tæknilega vegna þess að ég gerði akkurat þetta ég sagði bara þú kaupir þér aðgang og ég skal búa hérna til Novu sem er gamli hundurinn okkar, það er bara hennar custom GPT og ég sagði svo byrjar þú bara að prompta og svo getur spurt mig og ég skal segja þér en ég vil bara þú fattir hvað átt að gera og gerðin bara svona pínu ramma bara ekki setja inn mislegt og svo er hún bara orðin ótrúlega nörsk á þetta og líka það er svo flott að átta sig á því að því hún er með svo hún sér alveg bara ég er betri í þessu en þetta hjálpa mér alveg helling í mörgu öðru og það sem maður sér eins og með grunnskólana og áskoranirna kannski sem eru mikið þar er að þetta er náttúrulega fyrst og fremst bara eitthvað svona mannrækt við erum að búa til manneskjur sem geta búið í samfélagi og geta einblínt svolítið á það því að við erum kannski eins og sagði þessari bók að við erum að undirbúa kannski fólk til að koma bara flying out of the gate 18 ára og bara fara inn hjá Google að fara að forrita eitthvað Já, ég líka bara nýlega rannsókn sem ég sá hann í desember hvort hann frá Sviss, háskólan þar að gagninni hugsunni að fólki bara hríðfellur því meira sem notar AI og Gen AI Já. Þannig að það er bara svolítið að fara að taka á því sem allra fyrst líka bara að hjálpa krökkum að læra á gagninni hugsun og bara nýtt þetta tækna réttan hátt og bara nýtt, bara gagninni hugsun almennt í lífinu, Já, og ég hef einmitt verið með, ég sendi alltaf könnun að ég oft með fyrirlestra og erindi og svona þessa tækni og ég sendi alltaf könnun á undan á hópana og því ég hef alltaf haft, bara hversu vel þekkir þú eftir verið hugtök. Svo bara nokkur hugtök tengt gervigreind og svo ég alltaf hef verið með gagnrýnin hugsun sem hugtak og ég var eiginlega alveg að gefast upp vegna þess að sjálfsmat fólk á sína eigin gagnrýnin hugsun var alltaf bara alveg í max, Já. Og þá hugsa, að því að ég var einhvern veginn sem búin að segja við sjálfa mig að bara mín gagnrýnin hugsun er ekki svo góð og þá einhvern veginn reyni ég að vera svona meðvitaður það að því að ég held að þetta er svo mikið buzz orð og að sleikja þessu fram að því að þetta er einhvern veginn svo flókið og miklu flóknar heldur en maður kannski átt að segja á og líka að bara eins og þessi gæi hérna í Stanford sem var tekin hérna bara í november við að vera með eitthvað hallucination í einhverju skýrslu og hann hafði verið að kenna upplýsingalæsi við Stanford háskóla að það verða gerð mistök og það var bara spurningin, voru þið gerð í vondri trú eða var þetta bara mistök og þá ætlum við að læra þeim og það er svona andlag sem ég verið að reyna að vera hérna með enn háskólans að kennarar er ekki verið að refsa nemendum en gagnrýnin hugsun í tengslu við þessa gervigreind er mjög svona víðfemt og flókið viðfangsefni einhvern veginn, finnst mér. Já, ég er alveg saman að því. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að kenna þetta eða hvort það sé bara almennt kennt í dag eða hvort það bara fólk býst við að fólk auki sína gamla hugsun í gegnum öll sín grunnskóla ár. Ég man alltaf ekkert eftir einhverjum sérstökum námskeiðum eða kennslu í gagnrýni hugsun á sín tíma, Ég hef heyrt að það sé kennt mikið í svona félagsfræðigreinum hérna heima alltaf í háskólanum en það mætti alveg fara að kenna það miklu fyrr finnst mér alltaf en já, ég er alltaf ekki sérfræðingur í því en ég veit ekki hvernig er best að gera það eða hvort það ætti að gera það ekki en ég er alveg saman á því líka að ég held að flestir ofmeti sín eigin gagnrýni hugsun einu sem veit ekki neitt, það er bara saman með þetta. Já, það er það er að þekkja, mér finnst rosa mikilvægt einhvern veginn að fólk þekki það með Dunning-Kruger, og
þekkirðu söguna sem varð til af hverju þetta Nei. hugtak, Dunning-Kruger hugtaki varð til. Ég ætla ekki að fact-checka það, bara þannig að ef þetta eitthvað vitlaust hjá mér þá bara afsakaði það. Þetta var sem sagt bankaræningi sem rændi banka og svo rænir hann aftur banka og hann ekki með sko, hvort hann rændi einhverja nokkra banka á sama deginum, ég man ekki nákvæmlega, en sem sagt hann fer inn og hann ekki með sko lambúsettu eða neitt fyrir andlitinu, hann bara algjörlega sýnilegur á myndavélunum og svo kemur löggan og handtekur hann og hann svo hissa að vera handtekinn og hann segir bara, but I had the juice og það eitthvað, hvað meinarðu? Já, þá var hann viss það að hann væri sem sagt, hann hafði makað sérst ananasafa í andlitið á sér og ananasafinn sem sagt hefði átt að valda því að það myndi endurkasta andlitið á honum í myndavélunum, hann væri sérst blörraður og Dunning og Kruger voru svona einhverjir sálfræðingar sem voru að rannsaka hana því það kom í ljós að hann var ekki vitlaus, hann var hvorki með lága greindavísitölu eða með einhverja geðsjúkdóma eða eitthvað slíkt, heldur hann var bara svo gjörsamlega sannfærður að hann hafði rétt fyrir sér að þetta var þannig til að þú varst ómeðvitað vanhæfur. Já, þetta placebo-effekt, það sterkt, það svona special drink í Space Jam. Já, akkurat og mér finnst þetta svo skemmtilegt sko að því að maður þarf að tjekka sjálfa sig af líka sko að því að ég er ótrúlega margt sem ég veit ekki sko. Nei, ég sá okkur að nýlega samantekt á daginn bara að tala svo bjaga og bæjasa í þessum mótorumöllum og svona frægt gatpróf þar sem fólk átti að vera með eitthvað 3 kosta og ég held að við sem mannkynið meðalskori varum vel rétt í 23% tilvika eða eitthvað en bara AB gat valið rétt í 33% tilvika sko. Þannig var verið en A-bari þegar kom að átti sig á hvort var bjagar hér eða ekki sko. Á meðan þessi mótor, ég man ekki hvort þeir voru konið upp í Anthrop eða Claude var í 90% rétt í þessum tilvikum og þú veist, sömuleiðis með GPT það er í 85-86 sko. Já. Þannig ég held að við áttum alls í dag hversu bjöguð við erum sem einstaklingar sjálf sko. Nei, nákvæmlega og ég mitt sko ég bjóð til daginn að því að ég syns að vinna svona í áttina meistaraverkefni í tengslu við þetta og ég svona að skoða þekktarhættur ekki að því það er rosa mikið verið að spá fyrir hvað mun gerast og hvað framtíðin mun byrja skauti sér og eitthvað svona að ég bara reyna að kortleggja svona hvað við vitum núna og hvað hefur gerst og svona hvað er að gerast og eitt í þessu er náttúrulega með þessi hlutrækni reikniritana og annað en þú veist þeir virðast vera mjög duglegir að laga það en svo náttúrulega á langtíma áhrifin af því eftir að koma í ljós að því það er náttúrulega auðvelt að skekkja þetta þeim í hag en þess vegna held ég einmitt að þetta pólska nýja verkefni sem að Pólland eru með sem eru komin bara með Hugging Face síðu og bara með pólsk módel sem að þeir eru bara búin að þjálfa á keyra þannig að þetta er bara innviður hjá þeim að það sé verið nauðsyn en aftur að því líka að sko þá gerði ég líka grein fyrir því þessum að því ég fann ritgerð og grein sem var að segja sko fólk metur ef að fólk veit að eitthvað er gert af gervigreind, einhver list eða sköpun eða eitthvað svona það rankar hana neðar og við sem erum kannski búin að vera í þessu svolítið lengi og maður tekur eftir þessu að maður er mjög fljótur að spotta efni sem er búið til í stóru málíkani ef að það er ekki maður er mjög fljótur að spotta myndir og einhverja grafík og eitthvað annað en svo veit maður líka að það er alveg hellingur sem maður spottar ekki að því þá er einhver búin að vanda sig og búin að nota þetta sem vinnutæki og eitthvað svona það er alveg, mér finnst alveg algjör munur þarna á en ég sjálfur mér finnst bara ef ég sé heimasíðuna mína til dæmis að, þú veist, mér finnst ég einhvern veginn metalist sem er gerð af gervigreind á þess að sé eitthvað búið að gera eitthvað stórkostlega mikið meira við að, mér finnst ég meta lægra Já, veist, ég mæli að nýlega svona einhver testur að sjá að bera saman ljóð þar sem fólk var að meta saman ljóð eftir ChatGPT og eitthvað helst að sérfræðinga heimsins og þegar fólk vissi að ChatGPT skjöði ljóð þá fekk það læra einhvern en þegar fólk vissi ekki þá fekk ChatGPT hærri einhvern heldur en rithöndurinn sko. Já. Þannig að þetta er bara einmitt þess að segir, fólk hefur bara sendið að bjaga og svona hlutrækni og sérstaklega gafur þessu og ég held að flestir sér var mjög þreyttir á einhver svona AI-generated myndum og myndböndum og það hjálpar ekki þegar
forseti Bandaríkjanna farin að henda yfir ykkur vindbönd, hvernig hann ætlar að breyta hérna þessum svæðum í Gaza og svona dót, sko. Fólk sé bara mjög þreytt á þessu efni, sko. Já, við erum verið þreytt á, við erum verið þreytt á lélegu svona efni. Já. Og það er nefnilega það sem manni finnst, er að það er svo margir, og ég hef alveg talað oft við fólk bara svolítið góða íslensku við það að segja, sko, ef fólk er með einhverja hugmynd, einhverja pælingar, eitthvað svona, þá er að segja, þú ert að vinna í þessu rifti sem er að myndast. Þú ert með einhverja mjög takmarkaða, þú ert með einhverja lust sem að mun virka í mjög stuttum tíma, en þú getur verið, búið til mikinn pening á þessum tíma, en þú ert samt basically að svindla á fólki næstu því, vegna þess að, þetta er eins og ætlar að gera eitthvað sem áður tók 4 tíma og ætlar að gera á 20 mínútum, þá ætlar að rukka 4 tíma, sko. Það er alls konar svona, held ég, svona dirty tricks í gangi, sko. Já, þetta er alveg eitthvað tricks, eitthvað svona sem ráðgjöf fyrirtæki, sérstaklega þeirra svona að íhuga að skoða betur innan húsið sér, sko. Þú veist, þegar þú fer að næta tækni í eitthvað svona ráðgjöf út af við, hvernig rukka fyrir það. Ég held að það er að fara að breytast miklu meira svona verkefna-based, value-based verðmat á verkefnum, sko. Ekki bara eitthvað svona tíma og rukka tíma með þess að það er alltaf gert á ráðgjöf fyrirtæki með lögfræðistofu í gennum tíðina. Já, af því að markaðurinn mun leiðrétta þetta. Algjörlega. Og eins og þú talar á hann um Jónsbók og hérna hann er komin risa svona, ég er búin að fylgjast með þessum lögfræði uppum svolítið, eins og Thomas Reuters og hérna Harvey og annað sem að, er að og ég held að kannski fyrirtæki að sjálfsögðu átta sig vel á því, en náttúrulega fleiri fyrirtæki átta sig kannski ekki á því að sjá að þetta bara muni færaði mikinn hagnað, sko. En þetta þið fatt ekki, þetta er bara kerfisbreyting. Já, já. Og það þú veist, það þýðir ekkert að hérna vera með 10 tíma í einhverju rannsóknarvinnu sem að tekur bara 1 prompt, sko. Nei, sérstaklega er þetta að keppa fyrir einyrkja sem bara nýtt sér þessi tól frekar og bara rukka síðan rétt verð fyrir þessi þjónustu, sko. Algjörlega, og hérna og það er einmitt, þú veist, það er einmitt það sem maður mun sjá svona næstu árum, að hverjir munu skara fram úr af því að ég held að það sé svona kannski það sem er mest spennandi í þessu og það sem við erum að ræða hérna er það, þessi mannlegu tengsl og þessi samskipti og samtalið og það, þú veist, ef þetta sækja þjónustu eitthvað, að þú fáir, sko, ég veit ekki hversu rosalega þreytt það verður þegar allir tölvupóstar sem þú fáir verður rosa kurteisir og innihaldsmiklir og eitthvað, þegar kannski, þú veist, þú kemur þessi eina setningu, að þú veist, þegar við erum svona farin að sjóast í þessu, hverjir það verða sem að, þú veist, standa fram, já, skara fram úr, og ég held að það muni byggjast á, þú veist, þjónustustíg og þá þú fáir að tala við mannesku. Bara 100%, sko, þetta er líka bara, eins og segja, þetta er mannlega eðli og bara þessi verður bestir að veita þess að þjónustu, sko. Þessi tól, eins og geti ekki tekið sér soft skills að fólki og munir ekkert gera það á næstunni. Það snýst bara þessi, já, hversu góður og koma hlutum frá okkur og reyna að einfalda hlutina og vera bara kurteis og góð við hvort annað, sko. Já, akkurat og líka það, eins og við erum lítið samfélag og erum mjög mikið fjölmenningarsamfélag og ég gerði hérna, mér varst það svolítið skemmtilegt að þegar ég var hjá Einingu Iðju og var í vinnustæðeftirliti sem mér varst skemmtilegt, að þá var ég oft svona búin að, ef maður var að hitta fólk kannski ég hitti fólk á Sómalíu og þú veist, þá var ég búin að búa með til bara svona pínu, hérna, örstutt bara aðeins menninguna og eitthvað, þannig að maður pínu svona cultural, svona aðeins að, þú veist, þetta jók gæði mín í samskiptu við þetta fólk og þetta var rosalega lítið effort sem að þetta þurfti og svo hef ég líka sagt hérna söguna því ég fór í bíó einn daginn í London, fór í IMAX, fórum að sjá Furiosa og mér finnst rosalega gaman að fara í bíó og hérna, nefnum bara áður myndin byrjar, þá kemur bara spotlight á gæja sem stóð fremst og sagði bara velkomin í bíó. Við erum að fara að horfa hérna á Furiosa, geggjumynd, George Miller hérna leikstjórinn, gerði Mad Max myndirnar, þetta er klikkað, þú veist, tæknibrellunar eru flestar, þú veist, gerðar í alvörunni, nennið ekki að vera í símanum eða þú veist, vera eða fyrir að rápa, nennið þá bara, þú veist, reyna að fara hljóðlega og sýnið fólki tillitsemi og bara hafið gaman. Talaði bara í svona 2 mínútur og ég var bara svona, heyrðu, þetta bætti við upplifun mín að fara í bíó. Vá, ekki eftir þess að Nei, en þú veist, þetta var svo var þessi gæði bara að selja popp í hliðinu, sko. Það var ekki svo þetta að ráða einhvern, sko, skemmtikraft í þetta hlutverk, sko. Nei, svo vonandi bara til þess að með svona frekar innleiðingu á gerðugreind og svona spunagreind að
þá gefa fólki frekar svigrúm sem fara að eiga þessi samtal og eiga tími í þetta. Veist, maður oft hugsa til þess að maður er að reyna að vera eitthvað rómantískur í sín eigin hjónabandi og maður finnur alveg fyrir því. Þegar maður er mjög mikið að gera þá kemst maður aldrei í það eitthvað að gefa tíma sér að hugsa eitthvað svona pælingar, gera eitthvað næs fyrir konu að hitta þetta, en vonandi var mun þessi tækni svolítið opna það að við getum nýtt okkur frekar tíma í það. Eitt tíma sem skiptir okkur virkilega máli, ekki bara eitthvað pensapúsja eða uppfæra eitthvað makro í Excel, sko. Já, að og mér finnst það alveg magnað nefnilega, og ég er svona mér finnst ég pínu eigingjarn með það að hafa ákveðið að vera með þetta podcast, vegna þess að mér finnst svo að ég vil heyra hvað fólk er að gera, heyra sögur af því og fá reynslusögur, og núna er ég svona kannski að miða við það að tala svolítið við fólk sem hefur verið í þessari kreðsu og til þess að heyra bæði, fá reynslusögur og sjá, ok, þetta virkar og fólk er að nýta þetta og fólk er að ganga vel, en líka þegar komið ákveðna reynslu í þetta, vegna þess að þetta er nýtt, þá er þetta svo klikkað, þetta er svo brjálæðislega gaman eitthvað, en svo koma þessar áskoranir í ljós, bæði bara hvað var það að vinna með þessu og svona takmarkanir og annað, og þá enda maður akkurat, flestir einhvern veginn sem ég ætti að enda þarna, að gervigreindartæknin mun gera kröfu á okkur að vera betri í því mannlega. Bara 100%, sko, bara mjög, mjög sammála því. Ég held að það veri bara lendingin að lokum, sko. Ég held að sammála því að þetta mun bara setja það kröfur á okkur að við, já, vonandi allavega að þetta leið til þess að við verðum bara að gera meira að hitta fólk og spjalla fólk og fara svona öfu átt það sem fólk upplifði í COVID. En maður veit sem aldrei hvernig það þróast, sko. Ég held að vita en enginn hvað mun gerast næstu mánuði, ár. Ef þessi tækni heldur að fara þróast þá vegferð sem þessi stærstu aðilar úti spá fyrir sko. Og þetta samtal þarf bara svolítið að fara að eiga sér stað á stærra leveli, bara stjórnvöld þurfa að fara að ræða þetta betur sín á milli, bara hvað gerist ef út komið með alhliðagreind eftir 5 ár, hvað gerist ef þetta bara tekur öll störf og hvað gerist ef X, Y, Z, en bara þetta samtal er bara ekkert að eiga sér stað, finnst manni á nógu þróskuðu leveli eins og er allavega. Nei, og það fyrsta sem ég gerði það var að labba bara á milli og setjast niður og spjalla við fólk og svona kortleggja þetta bara svona óformlega einhvern veginn og síðan gerði ég bara áhættumat fyrir háskólan almennt bara, og var bara mjög hreinskilinn í því og talaði hver áhrifin verða ef það er ekkert gert og það sem maður sá var bara kannski alvarlegustu áhættu þættinni voru bara svona það sem ég kalla akademísk hnignun að þetta verður bara marklaust allt saman vegna þess að þú ert ekki að þjálfa hæfni og færni sem að atvinnulífið þarfnast og auðvitað þetta svört sín en hún þarf ekki að raungerast en þetta er hins vegar einmitt, ef X, Y, Z gerist þá er þetta eitt af því sem getur gerst og ef við erum ekki tilbúin að horfast í augu við það og skrifa það niður hjá okkur og segja þetta getur gerst ef við vöndum okkur ekki og það er einmitt það sem ég saknaði í kosningabaráttunni að það var ekkert rætt þessi mál vegna þess að þessi mál sem við verðum að ræða eins og með félagslega kerfið að það náttúrulega er sama hvað gerist að þá getur alltaf orðið stórar áskoranir í atvinnulífinu og þá verðum við í svo miklum klemmu ef við ætlum að fara að leysa þegar það kemur upp. Þess vegna eru alltaf búið til einhver almannavarnaráætlanir og neyðaráætlanir en einhvern veginn hefur það ekki ratað inn á radarinn að fara að undirbúa þetta og mér langar að bæta við einni sögu því held ég ekki sett hann í þessu hlaðvarpi vegna þess að fyrrverandi ráðherrann Guðmundur hann lagði fram lagabreytingatillögu á lögum örorkubætur. Þetta er búið að vera lagabreytingatillögu sem eru í gangi bara í mörg ár og á að vinna að því að fólk á að geta unnið meira á þess að fá skerðingu á örorkubótum. Og ég sagði við að ég hef svolítið að setja í svona opinber skjöl og alls konar inn í GPT til að skoða og fá greiningu á þeim og skemmtilegt að ég spurði GPT getur verið eru eins og til dæmis hugmyndir borgaralaun að því að við erum með tímabil sem að einkennist núna svona glundráð, við erum svona chaos era, algjöru. Það er svona ótrúlega margt sem við vitum ekki hvað að gerast og það er einhver svona tíðnin í samfélaginu að breytast og margt og ég spyr GPT, getur verið að þetta sé að það sé að myndast borgaralaun og GPT, nei, þetta er örorkubætur og eitthvað svona.
En þá segi ég, en byrju, hugsaðu aðeins meira. Sko, við erum velferðarsamfélag í Skandinavíu og það verður engin, það engin settur út á guð og gaddinn, sko. Mest fjölgun í örorku, ég ætla ekki að segja mest fjölgun í örorku, því að ég er ekki með tölundar, ég myndi segja að það hefur verið mikil fjölgun á tíðni örorku vegna andlegra áskorana sem til dæmis koma til út af kulnun vegna þess að vinnumarkaðurinn er að kæfa fólk. Síðan þá kerfið og þannig að það eru margir á örorku, þannig að við þurfum að hleypa fólki aðeins aftur í vinnuna en ekki skerða örorkuböndina, þannig að þú ert með net. Og ég sagði þá, getur verið að þetta sé vísir að borgaralaunum vegna þess að kerfið er hannað þannig að það verða að grípa þá sem að detta út af vinnumarkaði. Og það var bara svona, já, þá sagði GPT mitt bara, það getur vel verið að að borgaralaun verða ekki val. Það munum bara koma hægt og rólega í velferðarkerfum eins og hér á Íslandi og á Norðurlöndunum. Og fólk, bara fólk missir störfin og allt í bara 15-20% atvinnuleysisbætur en þá það bara auka fjármagn í þá sjóði og þú bara verður þetta komið allt í einu fyrir flest alla eftir 15, 20, 30 ára eða eitthvað. Já, þetta bara myndist bara svona hægt og bítandi. En fólk, nákvæmlega, að skerðingin, að þú getur unnið smá, en farið svo mótfjárríkinu, að þá ertu komin með eitthvað net, og mér finnst það einmitt, svo mikilvægt núna, vegna þess að ég veit bara að allar þessar fréttir, margir á YouTube, mikið af fréttum tæknina eru, annarkvort sumir eru algjörlega á því að við séum leiðin í einhverja útópíu, aðrir eru bara alveg á hinum endanum. Ég er einhvern veginn á því að við höfum möguleika á því að gera rosalega gott með þessari tækni, en ég er svona nokkuð sannfærður það að þetta verði ekkit þægilegar umbreytingatímar fyrir alla. Og ég veit að það eru margir með áhyggjur af störfunum sínum, hvað áhrif þetta hefur og annað, og þeim fyrr sem að setja upp eitthvað net sem að fólk veit af að þá held ég að við séum miklu betri stakk búin til að takast á við þetta, af því að núna er fólk bara svolítið, bara ég sé það bara að GPT getur list starfið mitt og hvað og fólk líka bara nálgast eða upplýð það náttúrulega bara sem einhvern kvíða og verður bara pirrað og fer bara berast mótis og segir bara nei, svörin hérna úr þessu eru bara mjög léleg, það hjálpar ekki neitt og reynir bara hægt og rólega að grafa undan tækni í staðan fyrir bara embrace hana skiljanlega, þetta er bara að taka starfið þitt og veist eitthvað tekur við. Þannig ég er sammála þessari nálgunar, reynir bara að búa til eitthvað net sem fyrst til þess að grípa sem flesta sem lenda með í þessu og bara ekki bara eitthvað fjárhagsnet, þetta er líka bara ég sá í New Jersey þá var opnað eitthvað kerfi sem hjálpar fólki sem að missa vinnuna nýlega í Bandaríkjunum í tengstu við þegar Elon Musk Doge niðurskorahnífinn og þeir eru að bjóða bara ókeypis námskeið bara í hérna þessu, bara certified námskeið þannig að fólk getur bara fengið ákveð certification og fengið bara starf sem allra fyrst aftur Já. Það er bara að skoða eitthvað þannig við sá líka mjög skemmtilega laust, hún er ekki búið í Íslandi hvort það Career Dreamer frá Google þess að bara tala við svona GPTs chatbota og það hjálpar bara að móta þá vegferð í lífið sem henta þér best út frá þínu skillsetti og hvaða störf henta þér best og allt þetta Já, ég keypti mér aðganga NordVPN til að geta VPN-a mig á Bandaríkin eins og mér finnst Google Learnabout sem er geggjað Já og þannig að það sem ég var svolítið að upplifa þegar ég byrjaði og ég er að reyna að koma fólki aðeins út úr þeirri hugsun að hugsa nákvæmlega tæknin hvernig er núna og hvernig verklagið okkar er gert núna, vegna þess að það passar þetta rosalega illa Þess vegna þurfa flestir að mínum þeim fleiri sem að láta sig þetta varða og fara að hugsa aðeins út fyrir kassan hvernig þið ætla að nota þetta bara 100% bara því fleiri því betra Já. Algjörlega því málið, það er bara svolítið líka svona undirstaðan í þessari aðgerð sem við viljum svolítið líka kveikja í sem vantar bara svolítið á stjórnvöldum er bara þessi vitundavakning bara það að ráðherra að fara að tala þetta stjórnvöld fara að tala þetta og það komur svolítið hlutunum almennilega stað af því það er svo auðvitað að koma hlutum í fjölmiðli í Íslandi en sérstaklega ráðherra er að tala hitt og þetta það kemst bolti bara almennilega stað og fólk verður átt á því
Já. Það er verið að skoða þetta, eins og segir, bara verið að skoða mögulegt eitthvað svona net sem grípir fólk, bara að fólk vita að þetta sé allavega í umræðinni, eitthvað eins og segir, það var bara alls ekki til staðar í kosningabaráttunni, það var alltaf stutt kosningabarátta og bara fæstir í kosningabaráttunni með eitthvað alvöru tækniþekkingu, þannig þið þarf ekki að tala um þetta, sko. Nei, akkurat, og þú veist, það var mikil umræði sko félagslega kerfið og það, en það var einhvern veginn, mér varst alltaf bara svona risa fíll þarna sem var sko bak við tjöldin, sem var bara ekkert minnst á, sko. Nei. En þú veist, aftur á móti kemur og þú veist, það er náttúrulega líka það sem að fólk kannski sér ekki og tengist því sem við vorum að ræða áðan varandi þessi ráðgjafastörf og lögfræðistörf og svo störf hjá verkfræðingum og líka í framleiðslu náttúrulega vegna þess að áhrifin á hérna vélmenni og annað er náttúrulega bara, þú veist, það verður allt miklu ódýrar. Veist, þannig að aðgengi að þjónustu og ég sagði nú eina hérna mikla stéttarfélagskonu sem er búin að vera formaður stéttarfélags mjög lengi og er bara, hún er ein af svona þessum sem að ég veit að ég get tala við og ég fæ eingöngu sannleikann, sko, eða þú veist, ég fæ eingöngu eins hreinskilið og rétt svar og hún getur veitt mér, sko, vegna þess að hún er bara mjög skelegg og töff og hérna að sko komum að segja, að það er horfin ákveðin gerð starfa nú þegar. Það er horfið svona pínu millibil í störfum sem hefur komið til vegna sjálfvirkni í iðnaði til dæmis, í versmiðjum og annað. Þannig að þú veist, þetta svona blue collar störf á Íslandi eru mjög fá vegna þess að við erum ekkert mikið af framleiðslu, við erum í innflutningi. Þannig að þú veist, það er, og við vorum að ræða, sko, það er kannski eina af ástæðan fyrir því að fólk finnur ekki störf við hæfi og fer þá í önnur störf sem að, þú veist, þau líður ekkert vel í. En líka að, sko, þú veist, hvað að segja, að gerðin, veist, að það er gerðir af störfum sem er í boði í dag, þessi þekkingarstörf sem við erum að tala um, að þau verða svo aðgengileg og ódýr nema að þú sért, sko, einhver svona hyperspecialist, sko. Ef þetta náði einhverju samhengi hjá mér. Já, ég er alveg saman þessu og þú sér bara með þessi bestu módelunum frá ChatGPT, man ég hvort það var vísindamenn sem voru að skoða og reyna fyrir ný efni í svona rannsóknarstofu í Bandaríkjunum, þá var bara topp x% af doktorshöfum á því sviði sem gátt tvöfald afkastin sín, en meðal doktorshafi sá engin framför, en bara gat ekki skilja lengra sem kom út úr módelinu, sko. Já. Og það er einmitt, það er þessum Mo Gavdat hefur svolítið verið að tala um að, þú veist, þegar þetta verður alltaf klárar og klárar, sko, þá förum við að upplifa það að við séum bara einhver 3 ára börn að tala um Einstein, sko. Já, og þetta er alltaf að tala um þetta líka, þetta gorilla paradox, hvort við endum þannig, það veist, fyrir ykkur mörg þúsund ára þá var górilla sterkasta og klárasta dýrið og stýrið öllu, en núna eru þau bara í búri og við potum okkar búri, sko, og bankum á það og hlægjum að þeim. Já. Við endum þannig, maður veit það ekki. Já, ég er með glæru í fyrirlestunum hjá mér sem er svona annars vegar boxari sem liggur í blóði sínu vegna þess að hann treysti á GPT að kenna sér box og mætti svo bara hringin, hann gleymdi að æfa sig og stendur fyrir ofan svona, ég notaði bara chatið og svo er við hliðin og svona borg sem er dreki búin að leggja í rúst og stendur bara við notum bara chatið. Já. Veist, að því að þú veist, og það held ég að gerist, sko, ég held að hættan sem gerist þar er að ef við leifum fíkn okkar í, sko, framleiðni og skilvirkni að taka yfir, að þá verða allir bara harðvíraðir inn í þessi módel og allt í einu bara, þá erum við bara búin að sjálfvirkni væða allt, en tölum ekki saman. Já, það bara fyrir aftur að þann punkt sem ég talaði með hann áðan. Við viljum miklu frekar að þessi tækni sem nýtti þess að valdefla frekar að sjálfvirkni væða allt og ekkert, sko. Nákvæmlega, og þá náttúrulega kemur kannski eins og í stöðunni sem þú ert inn í hjá KPMG og þessum svona stærri ráðgjafafyrirtækjum sem kannski hafa fyrst og fremst, eða ekki, ég veit ekki fyrst og fremst, eða þú veist, ekki alhæfum það, en er að koma inn í fyrirtæki til þess að, þú veist, strömlínulaga og auka skilvirkni og auka framleiðni, en ég nefnilega, þú veist, ég myndi segja að það er svolítið erfitt að koma inn í fyrirtæki og segja bara, þið verðið að breyta lykilmæli hverjum ykkar, vegna þess að ef þið ætla að hámarka skilvirkni og framleiðni, þá endum við bara í einhverju svona samfélagslegri þversögn með það að það verður fullt af framleiðslu, en það getur enginn keypt það, sko. Já, algjörlega, en þannig er bara eitthvað sem stjórnvöld þurfa svolítið að stíga inn í og hjálpa að stýra þessari vegferð. Þú sér það bara hann að Klarna, sem þetta greiðslu milljónafyrirtæki í Svíþjóð, fórstjórar þar kom út allir bara að gerðið að væða allt fyrirtækið, voru 5 starfsmenn,
sem kom niður í 3.800, alltaf niður í 2.000, þegar hann spurður, en við allt fólk sem vissi vinnuna, hann bara, ekki mitt vandamál, það bara vandamál sænsku ríkisstjórnarinnar. Þannig að það var svolítið að skoða líka hvernig hægt að breyta hvötunum á hverju topp level sem hjálpa að stýra fyrirtækjum í rétt átt. Já. Og við erum alltaf að sjá þetta í nú ætlum ég að fara inn á svið sem ég þekki ekki droslega vel, en þetta bara datt upp í hausinn á mér, sko, að því að við erum ekki með reitrýndan þátt, sko, að sko fiskveiðigjöld, þú ert að nota þú útgerðir að greiða til ríkisins til þess að fá að nýta auðlindina, að þú veist, hvort að þetta þurfa að fara bara meira að það þurfa að skattleggja sjálfvirknivæðingu og annað, þú veist, til þess að standa undir þá þessum já, eins og maður sér að þú veist þessum neti sem að verður að fara að byggja, sko. Já, bara svo oft talað um þetta skattlegist að róbóta eftir í framtíðinni. En já, ég held að vera umræðan almennt það sé bara allt of stutt á veg komin, sko. Ég held að sé bara ekki nóg margir að pæla í þessu og hugsa hvað ef, og margir á þeirra fastast í, og bara almennt starfsmenn í fyrirtækjum stofnunum lendi bara því að svara þeim sem öskrar hæst akkurat á þeim punkti, sko. Já. Það þessi kapitalíski hugsunagangur sem að, þú veist, hefur bara verið það sem hefur ráðið, markaðurinn hefur ráðið og ég horfði á vídeóum daginn með honum Milton Friedman þegar hann að lýsa kapitalismannum og að því að þú veist, hann virkaði alveg, þú veist, hann byggði upp velferðarsamfélög og annað og þessi frjálsi markaður og einmitt, þú veist, og þá mesta kappið, þú veist, þá fullkomninin í raun og veru náð ef að þú ert ekki með neitt starfsmann og þú framleiðir ógeðslega mikið. En hins vegar, þú veist, þá tók hann dæmi blýant, hann segndi eitthvað, já, þetta blýantur, sko. Hvað eru margir sem að vinna við það að búa til hann blýant? Og þú veist, þá rekur hann bara keðjuna, þetta alveg svolítið töff. Þú veist, bara, þú veist, einhvers staðar búið til timbur, einhvers staðar verið að ná í grafít og svo býr til einhverja vélar og einhver teiknavél, þannig að bara það að framleiða eitt blýant var alveg risa hagkerfi í kringum. Svo einhvern veginn, ég setti þetta inn í GPT og ég sagði, sko, berðu saman fjölda fólk sem koma því að framleiða blýant árið 1980 eða árið 2024. Og þetta er náttúrulega mjög einföldur samanburður vegna sem við framleiða miklu meira af einhverju flóknu dóti í dag og eitthvað svona. En þú veist, hann áætlaði kannski að væri svona 95% færri hendur sem að kemja þessu. Já. Og þú veist, þá gengur þessu jafn ekki upp, sko. Nei, og bara eins og þú talar um það náðan, hver sem fara að kaupa þessar blýanta? Já, hver ætla að kaupa þessar blýanta? Ég keypti mér svona fountain pen, svona blekpenna, af því að ég fattaði, sko, maður þarf að hafa stjórn á einn hugsun, sko, af því að maður setur hugmyndin í GPT þá er hann sprungin, sko. Ég ennþá alveg blaðapenna maður, sko. Já. Þegar maður alltaf brainstorma að hugsa eitthvað, þá finnst mér miklu betra að skrifa bara niður á blað og loka töluna þann, sko. Já. Það þessi stafrænu föstur eru mikilvægar, sko. Já, alveg sammála því. En hvað er uppáhaldsmódelið þitt? Í dag? Já. Ég hef svolítið bara alltaf verið ChatGPT maður, sko. Aðalega bara flakka á milli þess og Claude. Fer bara svolítið eftir verkanum. Ég var alltaf að nota Claude miklu frekar í svona textaskrif og GPT eitthvað svona meiri big picture pælingar en síðan það svolítið svona flippast aðeins með 4.5 og 3.7. En við finnst Claude samt langt þægilegast og best þegar ekki verið að leika mér að forrata eitthvað og búið til lausnir. En ég flakka svolítið bara milli þess að tveggja. En það er að fara að koma meira yfir í Copilot einhver leyti. Því að ráðgjöfin snúið svolítið mikið það, þannig að margir sem eru með Microsoft og það var einfaldast að fara yfir Copilot. Já. Fyrir mig marga. Það var ekki boðið hjá ríkinu eins og bara svona þjónustumiðstöð, IT-miðstöð ríkisins eða stjórnarráðsins var ekki búið að gefa leyfi á það ennþá. En það var komið út í það. Einmitt eins og þú varst að ræða á hana, þetta gagna át sem að Copilot hefur stundað. Að já, ég einmitt hef svolítið hugsað einmitt þetta og við ætlum að gera aðgengilegt bara í gegnum einfalt API, þú veist, fjóra Omni bara. En svo ef fólk ætlar að nota einhverja rannsóknir eða nota einhverja þyngri vinnslu, þú veist, þá verður það bara að kaupa sér leyfi, sko. Vegna þess að, þú veist, við getum ekki endurgert það því þá náttúrulega verður kostnaður mikill. En svo náttúrulega þurfum líka að sýna fram á að það sé sparnaður í þessu, sko.
Já, það það sem vantar ofta tíðum í tæknileiningu almennt á Íslandi, bara fólk tekur aldrei eitthvað svona snapshot upp og veit hver staðan og reikna síðan út hvort það sé einhver raunveruleg sparnaður eða framleiðin aukning eða ekki. Bara fólk reynir áallega einhvern veginn 3-4 árum eftir á og þú veist, það gengur aldrei upp að reikna það almennilega. Nákvæmlega, og þetta er nefnilega svolítið góður punktur vegna þess að við heyrum aldrei af verkefnum sem enda í mínus, sko. En það sem við erum kannski leggja áherslu á hérna það að bjóða fólki upp á að hafa eitthvað aðgengi vegna þess að veist, við sjáum það að bæði það störf fólks ólík og sumir þurfa að nota mikið og sumir þurfa að nota miklu minna að þá þú veist að geta haft aðgang að einhverju sem að hefur þá og svo getum við smíða alls konar tól þarna inni til þess að gera svona þú veist, hjálpa til við ýmisleg verkefni en ég held að þú veist endirinn í einhverju svona drauma AI infrastruktúrin minn hérna í háskólanum í raun og veru að það sé eitthvað aðgangur að einhverju foundational módeli, einhverju stóru módeli gegnum API, en svo séu við líka að keyra on-prem lausnir fyrir þú veist, örugga vinnslu og sem sagt koma að segja svona upp á fjárhæðin og líka þá bara að svona þróunarumhverfi, tilraunarumhverfi og það held ég líka sé, þú veist, þetta nýsköpun og þróun innan fyrirtækja sé vannýtt vegna þess að það alltaf svo uppteknir. Já, alltaf uppteknir, líka bara engin hvati alltaf tíðum fyrir staka starfsmenn að færa ykkur nýsköpun. Hvað græðir þú á því að reyna sjálfum að þitt starf? Akkurat. Þú ætti frekar að vera á móti því, sko. Já. Af því að það er ekkert net. Já, og líka bara þú færið ekkert endilega einhvern hlut af ávinnum, sem svo bara þú sjálfum að þitt starf á einhverjum 10 stöðum og mótur sér bara þannig að þú fær 10% af þeim launum eða whatever sem vart að missa við bara samlega þannig, en það enginn hvati í boði fyrir fólk að sjálfur hafa sitt eigið starfið að reyna að gera auka framleiðinni sjálf. Það þarf einhvern veginn að tengja hvatana betur við starfsmenn á gólfinu. Algjörlega og ég lýsi þessu stundum þannig að þú veist starfsmaður sem er flinkur að nota GPT eða bara beita stóru málíkanni og getur er fljótur að sannræna upplýsingar og ég segi oft trúist að bara kombo, ef ég myndi segja kombo mitt Claude eða GPT, ég er enda búin að nota Grok svolítið núna, ég segjum bara GPT og Perplexity, ef þú góður að nota GPT og Perplexity að þá eikst framleiðniðin rosalega mikið þannig að þú verður svona eins og gæni avatar, þú ert með svona exoskeleton vegna þess að þú getur hreyft miklu meira en aftur á móti sko, ef þú verður að vinna í London og þú myndir mæta bara í einhverju exoskeleton og þú myndir bara landa miklu meira en allir hinnir þú myndir fá miklu meira Já. En það er einmitt málið þú veist það þarf einhvern veginn að búa til hvata fyrir þróun og nýsköpun og síðan að þú veist umbun og fólki og ég held einhvern veginn að flestir eða allavega mjög margir og kannski ég hef tekið meira eftir þessu undanförnum árum og maður tók eftir þessu í slökkviliðinu að yngra fólki var ekki að taka allar aukavættir sem voru í boði. Við sem vorum eldri, við tókum allar aukavættir sem voru í boði, sko, og maður var bara algjörlega búinn á því vegna þess að maður var alltaf aukavættum, sko. Að það var bara, nei, ég er í fríi, sko. Ég ætla ekki að mæta í vinnuna, sko. Bara, ég held að tími sé það besta sem að fólk getur fengið, sko. Og það að hjálpa fólki einhvern veginn að aftengjast vinnunni. Og það kemur inn á það að ég var með í þessari framistuðu sálfræði sem ég var með námskeiðið með að hann talaði að það var svo mikilvægt að þessi að slökkva á vinnuheilanum sko, veist, að ná að losa og það var einn ástæðan fyrir ég kem með stóru tölvunum minni að hinga upp í skóla vegna þess að það var svo freistingin að koma heim og halda áfram sko, því að maður var ennþá heilin var ennþá í vinnugírnum sko. Já, en utan ákveð þessu, með þessu ung kynslóð, það líka endur bara í svona skugganótkun og svona shadow IT og fólk að nota ChatGPT hans að láta fólk vita að því að ég er að gera, það kannski að vinna heima einn daginn og ég get gert mína vinnu á 5 tímum í stæðin fyrir 8, af hverju ætti ég láta minn yfirmann vita? Já, lágulega. Og það er bara frekar nýta tækifæri að fara þess að 3 tíma og gera eitthvað annað, skilur, fara út að hlaupa í ræktina eða lesa bók eða horfa okkur sjónvarpsþátt eða hvað sem skilur, veist. Það er bara svolítið að skoða. Já. Þú veist, en þú ert alltaf með svona stein í skónum, sko. Þú veist, ég upplifði það. Þú veist, þá ertu með... Já. Í staðinn fyrir að segja bara, þú veist, ég gerði mína skyldu, sko. Algjörlega, en ég held að, þú veist, vanin er bara pínu sá að ef maður segir, ok, frábært, þá getur bara gert meira. Frekar en að segja bara, geggjað, þá máttu fara heim. Já. Þú veist, það er bara ekkert
Þetta náttúrulega gerir nýjar kröfur á stjórnendur, að mæla, með lykilmælikvarða og annað, að segja bara, láti ekki allir hlaupa hraðar vegna þess að freistingin svo að, að þetta sé einhvers konar svona óendalegur skali framleiðni sem við getum bætt við, en ég held að þetta sé alveg ótrúlega svona mikilvæg umræða sem við erum einmitt að eiga, sem að þarf að eiga sér stað á breiðara plani, og þess vegna held ég líka að það sé samt gott, mjög gott þessu fyrir KPMG að hafa þig, vegna þess að það sem ég upplifi mig allavega oft það að ég að tjekka fólk af, fólk heldur kannski ég sé mesti gervigreindar talsmaðurinn, þegar maður kannski lendir því að vera bara, nei, þetta er ekki góð hugmynd, Nei. Já, það þarf líka alveg að gera það við það, þetta fólk hefur svona brenglaða mynd á hvað þetta getur og getur ekki gert, Þetta fólk heldur á það tíðum þetta getur ekki gert neitt, en síðan á móti getur þetta gert og leist bara flest allt, Það þarf svolítið að draga fólk í landa á báðum vegum, Já. En já, Gísli, þetta er búið að vera margir mólar hjá okkur og við erum ótrúlega sammála, við þurfum að fá við þurfum kannski einhvern tíðan að heyrast aftur og fá þá einhvern, og mér býð alveg eftir því að það verði einhverju sem muni hafa herra sem að leggjast gegn tækninni, og ég spáði því fyrir 25 að það yrði svona meiri þrýstingur frá fagstéttum og öðrum sem að kemur fram, og ég er alveg vissum það muni gerast en ég segi við þurfum að fagna því, og þá er kannski gaman að taka þetta aftur með einhvern sem er algjörlega mótið þessu, að alls þar koma einhverju upplýsingar, Já, ég reyni að gera þetta best að fylgja þenni fólki á LinkedIn, ekki bara einhverjum influencerum sem vera að hæpa þetta upp, þetta er líka bara það fólki sem vera að segja þetta sé alveg galið og gallað, Ef þú vilt fá einhvern inn til að tala það á Gen AI sviðin, þá mæli við honum Kristni Rúnar Þórissyni í HR. Já. Hann er doktor í, ég held sem er doktor í AGI frá MIT, og hann talar mjög mikið þess að galla í sér nútíma svona málíkunar lausnum, Það er mjög gaman að hlusta á hann tala það allt saman. Alveg rétt, ég var nefnilega með hann á lista því mér langaði að tala við hann, því ég hitt hann í breska sendiráðinu, við vorum með ég var að tala notkun á AI in the Arctic, af því það er mjög spennandi eins og við Háskólann á Akureyri, það er þessi sérstæða varandi norðurslóðarannsóknir, og það er alltaf óendanlega mikið af gögnum sem eru til þar sem enginn er í raun og veru að hagnýta, og ég er í einmitt svona smá verkefni í því að skoða verndunastöðu á alls konar dýrum á norðurslóðasvæðunum, og þá er ég með einn deildarforseta sem er að brasa í verkefni, og ég er einmitt að segja við hann að hann er farin að vera notandi og bara ótrúlega flottur maður, og ég er að segja hann settu inn, að því að hann er að tala um norðurslóðasvæðin, að því Kína segir við erum near Arctic state, og ég eitthvað svona, getum við bara sagt það eða? Þú veist, ég er near prógramera, því ég forritaði aðeins með GPT. Eða þú þekkir eitthvað sem forritar? Já, ég þekki, ég er nálægt eitthvað sem forritaði, ef þú spyrir út í Arctic og gera Arctic-rannsóknir og nota málíkanna, þú tjekka á hvað segir DeepSeek, bera saman svörin, það er skemmtilegt. En ég held að tækifærin sé ótrúlega mörg, og ég held að þeim er fleiri sem að eiga þetta samtal sem við erum að eiga að þá myndast einhver svona þjóðfélagsleg skoðun sem að hættir að fara að nýta, og þá náttúrulega að því krafan mun koma á stjórnvöld, þeir munu vakna í daginn og segja bara, við þurfum eitthvað að fara að tjekka á þessu. Jú, bara sammála því. Og þá er bara vonandi að verði til nú mikið af fólki sem hefur látið sér þetta varða, að það sé komin einhver þekking og reynsla til að glíma við þetta, vegna þess að það er það sem þarf. Bara, þetta er allt hvað þú segir, bara mjög sammála. Það er bara svolítið eigið þessi vitundavakningu, og bara takk fyrir að henda þessi podcast í gang, bara mjög gaman að fá að taka þátt í að reyna með þessari þekkingu eitthvað áfram. Róbert. Gísli, takk kærlega fyrir bara gott spjall, og ég ætla bara að stoppa þetta. Já, takk fyrir mig.